Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 20. og 5. mars 2026 klukkan 16:40. Þetta 892. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Á fundinum í dag eru 2 varabæjarfulltrúar. Það eru Hjörtur Örn Arnarsson, varabæjarfulltrúi í forföllum Jönu Katrínar Knútsdóttur, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, og Mikael Rebora, varabæjarfulltrúi í forföllum Dagnýjar Kristinsdóttur, bæjarfulltrúa Vina Mosfellsbæjar. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Á dagskrá fundarins í dag eru alls 13 mál. Það eru 6 fundargerðir til staðfestingar og þá 7 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og fyrsta dagskrármál er fundargerð 17. Afsakið þetta, nú hendi fundargáttin forseta akkurat út. Með hingra í augnablik. Svona. Já, fyrsta dagskrármál er fundargerð 1702. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 12. mars síðastliðinn og þar voru 9 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 1702. fundar bæjarráðs réttu pönd. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og annað mál á dagskrá er fundargerð 1703. fundar bæjarráðs sem að forseti nær ekki að opna hérna. Fundargáttin enn að stríða, en fyrsta mál þar á dagskrá tökum sérstaklega fyrirsett mál 2.1 sem er ráðningarsamningur bæjarstjóra, tillaga gerð ráðningarsamnings við Þóru Margréti Hjaltested vegna tímabundinnar ráðningar í starf bæjarstjóra og það er tekið sérstaklega fyrir meðan Þóra Margrét víkur af fundi. Og bæjarfulltrúi Hallakarin, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 2.1, ráðningarsamningur bæjarstjóra. Á þessum umrædda fundi eða bæjarráðsfundi vorum við að samþykkja og vísa einnig til bæjarstjórnar með fylgjandi samningi vegna tímabundinnar ráðningar Þóru Margrétar Hjaltested sem bæjarstjóra okkar Mosfellinga frá og með 1. apríl og til 31. maí næstkomandi. Við í meirihlutanum sem og bara allir aðrir bæjarfulltrúar hér höfum unnið náið með Þóru Margréti hingað til sem bæjarlögmanni og langaði mig að lýsa yfir ánægju okkar að hún hafi tekið vel í ósk okkar að verða bæjarstjóri Mosfellsbæjar þessar síðustu vikur af þessu kjörtímabili. Og mig langar bara að segja, þótt að Þóra sé ekki hérna, en allavega til hennar, bara elsku Þóra, við hlökkum til enn frekara samstarfs á komandi viku. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo er ekki og þá tökum við fyrir til afgreiðslu fyrirliggjandi tillögu og þar sem lagt til að Þóra Margrét Hjaltested verði ráðin tímabundið sem bæjarstjóri frá 1. apríl til og með 31. maí næstkomandi samanber meðfylgjandi gögn með fundarboði og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að réttu pönd. Það eru
6 atkvæði BC og S-lista, einhver á móti. Svo ekki, það samþykkt með 6 atkvæðum BC og S-lista og bæjarfulltrúar D-lista og L-lista sitja hjá. Takk fyrir það. Og þá má bjóða Þóru Margréti að ganga í salinn 9 og forseti tekur undir orð bæjarfulltrúa og hlakkar til áframhaldandi samstarfs við Þóru Margréti en nú í nokkrar vikur undir í öðru hlutverki. En þá opið fyrir umræðu fundargerð 1703. fundar bæjarráðs að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég komin hérna upp fyrir máli 2.4, þjónustu og aðkomubygging í íþróttamiðstöðina Varmá. Mér langar bara að vekja athygli á að þarna vorum við að samþykkja á þessum bæjarráðsfundi 3 manna matsnefnd vegna vals á tillögum bjóðenda nýja þjónustu og aðkomubyggingu að Varmá. En fyrr í þessu ferli og eftir mikla og góða vinnu ásamt þarfagreiningunni allri var ákveðið að bjóða út hönnun, uppbyggingu, rekstur og eignarhald nýrrar þjónustu og aðkomubygginga við íþróttamiðstöðina Varmá og þar að sjálfsögðu þarfagreiningin okkar til grundvallar og mjög nauðsynlegt plagg. Í þessari matsnefnd eru Jóhanna Björg Hansen, sviðsstjóri umhverfissviðs, einnig formaður, Arnar Jónsson, sviðsstjóri menningar, íþrótta og lýðheilsusviðs og svo Árni Jón Sigfússon, byggingarfulltrúi Mosfellsbæjar og arkitekt. Síðan mun Magnús Sigurðsson, rekstrarstjóri Eignasjóðs, hann mun halda utan störf matsnefndar, en einnig mun matsnefndin leita til sérfræðinga eins og þarf og vera í góðu samráði við afturheldingu sem líka mjög mikilvægt. Með leyfi forseta, hann langar mig að fá að lesa upp úr minnisblaðinu þær valforsendur sem hafðar verða til viðmiðunar vegna vals á þeim aðila bjóðanda sem endar á að verða valin. Það leið. Gjörðu svo vel. Þær eru þessar. Hversu vel tillögur falla að þarfagreiningu Mosfellsbæjar, hvernig hönnunin og útlit tillagna, innra fyrirkomulag lausna og flæði á milli rýma, aðgengi að núverandi byggingum að Varmá, heildræn útfærsla flæðis með tilliti til aðliggjandi byggingar og þeirra starfsemi sem þar fer fram, hvernig aðgengismál íþróttamiðstöðvar verða leyst á framkvæmdatíma, hugmyndir að annarri starfsemi og hvernig hún tengist núverandi starfsemi á svæðinu og svo auðvitað leiguverð bjóðenda. Niðurstaða þessara vinnu á að komin í bæjarráð fyrir lok maí og ef vinna gengur samkvæmt áætlun og ef hún gengur samkvæmt áætlun sem við vonumst til og ég var aðeins með aðrar áherslur hérna, og vonandi á sama tíma eða rétt á eftir að náum við líka staðfesta samninginn. En það þarf þó bara að sjá hvernig þessi vinna gengur fyrir, en ég vil bara ítreka aðalatriðið í þessu að fá nytsamlega og góða þjónustubyggingu að Varmá fyrir íbúa Mosfellsbæjar og margir bíða spenntir eftir að fá. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, en það opið fyrir umræðum fundargerðina að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég komin hérna upp undir máli 2.8, ósk erindi undirskriftasöfnun og íbúakosningu vegna aðalskipulagsbreytingar Blikastaðalands.
Við erum hér að taka afstöðu til beiðni undirskriftasöfnun vegna íbúakosningar eitt stærsta skipulagsmál sem Mosfellsbær hefur tekist á við langt árabil. Ég vil byrja á að segja alveg skýrt. Við berum mikla virðingu fyrir íbúalýðræði. Það mikilvægt að íbúar hafi rödd og geti haft áhrif á þróun síns sveitarfélags. En það líka mikilvægt að við gleymum því ekki hvernig lýðræðið þegar upp staðið. Ákvarðanir skipulagsmál eru ekki teknar í flýti og þær eru ekki teknar án aðkomu íbúa. Þvert á móti. Þetta ferli sem hefur staðið yfir í mörg ár, hefur verið unnið af mikilli fagmennsku og verið kynnt ítrekkað fyrir bæjarbúum. Það hefur verið opið samráð, við höfum haldið opna fundi og það hefur verið farið fram svo lögbundna kynning sem mælti fyrir í lögum, þar sem öllum hefur gefist kostur á að koma athugasemdum á framfæri. Og niðurstaðan þar mjög skýr. Það bárust umsagnir frá lögbundnum umsagnaraðilum, eins og Náttúrustofnun og Minjastofnun, en aðeins ein efnisleg athugasemd frá einstaklingi við aðalskipulagsbreytinguna sjálfa. Þetta segir okkur eitthvað. Það segir okkur að það ferli sem lögin gera ráð fyrir og það sem eins og ég sagði fyrr, eitt af lýðræðislegasta sem við höfum á sveitarstjórnarstiginu, var opið og aðgengilegt, en það var ekki nýtt í þeim mæli sem nú verið að vísa til í opinberum málflutningi. Sveitarstjórnarstigið byggir á fulltrúalýðræði. Við sem sitjum hérna lýðræðislega kjörin til þess að fara yfir gögn, meta hagsmuni, vega og meta ólík sjónarmið og taka ákvarðanir fyrir hönd heildarinnar, með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. Þetta ekki létt ábyrgð, en þetta mjög raunveruleg ábyrgð. Það hluti af ábyrgðin okkar að tryggja trúverðugleika sveitarfélagsins. Ekki bara gagnvart íbúum, heldur líka gagnvart þeim sem við vinnum með. Við gerum samninga, við tökum þátt í samstarfi og við erum hluti af stærra samhengi. Viðsemjendur okkar verða að geta treyst því að Mosfellsbær standi við sitt og að ákvarðanir séu teknar heilindum og á grundvelli vandaðs ferlis. Það snýst trúverðugleika og trúverðugleiki grunnforsenda þess að sveitarfélagið geti staðið vörð hagsmuni íbúa þess til lengri tíma litið. Við verðum að horfast í augu við að þetta mál hefur stóra þýðingu fyrir hagsmuni bæjarfélagsins til framtíðar. Þetta snýst uppbyggingu til áratuga, tekjur sveitarfélagsins, innviði og getu okkar til þess að byggja upp öflugt samfélag til framtíðar. Þess vegna skiptir það máli að ákvarðanir séu teknar á traustum grunni en ekki einfölduðu formi sem nær ekki utan þessa heildarmynd. Og það leiðir okkur á næsta atriði. Það ekki þannig að hvert einasta stóra og flókna mál sé sjálfkrafa betur komið í almennri atkvæðagreiðslu. Sérstaklega ekki þegar það verið að reyna að einfalda það niður á spurningu sem að nær ekki utan heildarmyndina eins og fyrr segir. Við verðum líka að horfast í augu við að hér verið að tala að taka flókið, margþætt og faglegt skipulagsmál og setja það fram með einfaldri já eða nei spurningu. Það gefur ekki þessa heildarmynd sem ég nefndi hér áðan og mikilvægt ef við ætlum að standa vörð hagsmuni heildarinnar. Já og nei spurning einfaldlega ekki heiðarleg mynd af málinu. Það okkar hlutverk að standa vörð vandaða stjórnsýslu og tryggja ákvarðanir séu teknar á réttum forsendum. Og þar komum við að kjarna málsins. Við erum ekki að hafna beiðni íbúakosningu vegna þess að við viljum ekki heyra í íbúum. Þvert á móti. Við höfum þegar heyrt í íbúum í gegnum langt og opið ferli. En við erum líka að segja það skýrt að það ekki forsvaranlegt að taka slíkt ferli sem hefur verið opið aðgengilegt og setja það í uppnám á síðustu stigum þess þar sem þegar þáttaka var þegar mjög takmörkuð.
Það niðurstaða okkar að við erum að hafna beiðni undirskriftasöfnun vegna íbúakosningar vegna þess að við teljum að hún sé ekki í samræmi við lagaumhverfi sem við störfum eftir og myndi grafa undan þeirri ábyrgð sem sveitarfélaginu og okkur sem kjörnum fulltrúum þess falin. Við stöndum með því ferli sem hefur farið fram, við stöndum með þeirri faglegri vinnu sem hefur farið fram og við stöndum með þeirri ábyrgð sem okkur hefur verið falin af íbúum Mosfellsbæjar. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ásgeir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli sem beiðni íbúakosninga vegna breytingar á aðalskipulagi Mosfellsbæjar sem lýtur að Blikastaðalandi. Við erum að ræða hér tillögu heimild til þess að efna til íbúakosningar vegna þessarar breytingar sem hér liggur fyrir. Þessi breyting á aðalskipulagi Mosfellsbæjar sem snýr að Blikastaðalandinu heildstæð, hún metnaðarfull tillaga að framtíðar uppbyggingu Blikastaðalands. Þetta tillaga sem byggir á skýrri sýn langtíma uppbyggingu og þróun til næstu 30 ára. Hún vöndug, hún byggð, þróun til næstu 30 ára, vandaða byggð og aukin lífsgæði fyrir íbúa Mosfellsbæjar. Það sem skiptir ekki síður máli hvernig hefur við staðið að undirbúningi og vinnu að þessari fyrirhuguðu breytingu. Bæjarfulltrúi Lovísa kom inn á það og ég ætla að gera það líka. Í gegnum alla þessa vinnu sem hefur staðið frá því fyrir síðustu kosningar og reyndar lengur hefur ríkt mjög sterk samstaða málið þvert á alla pólitíska flokka. Sú samstaða hefur verið í bæjarráði, bæjarstjórn og í nefndum sem hafa fjallað ítrekað málið. Slík samstaða ekki sjálfgefin í svona stórum skipulagsmálum en hún endurspeglar að mínu mati fagleg vinnubrögð, gagnsæi og sameiginlega sýn framtíð og hagsmuni bæjarins. Talsverðar breytingar hafa verið gerðar á tillögunni á fyrri stigum eftir ábendingar bæði frá kjörnum fulltrúum, sérfræðingum og íbúum og voru þær til batnaðar og til þess gerðar að skapa enn betri sátt breytinguna. Með þessari breytingu verið að stíga mikilvægt skref í langtíma þróun Mosfellsbæjar þar sem horft til skynsamlegra landnýtingar í samhengi við þróun höfuðborgarsvæðisins. Fyrirliggjandi skipulag leggur traustan grunn að uppbyggingu nýs hverfis þar sem horft til náttúru og umhverfið og að umhverfið fá að njóta sín sem best og rík áhersla hefur verið lögð á að byggðin falli sem best að þeim náttúrulegu gæðum sem eru fyrir á svæðinu. Leið reynt að gæta þess eins og hægt að þeim einkennum sem að gera Mosfellsbæjar að því samfélagi sem við þekkjum og metum mikils, en að sjálfsögðu verður mikil breyting á því að þarna byggist upp á óbrotnu landi stórt hverfi til næstu 25-30 ára. Engin spurning það og mjög eðlilegt að það séu skipta skoðanir það ferli. Það einnig mikilvægt að nefna hið víðtæka samráðsferli sem átt hefur sér stað. Fjöldi íbúa, stofnana og sérfræðinga hefur lagt sitt af mörkum með ábendingum og umræðu sem hefur styrkt tillöguna að breytingunni og bætt hana á öllum stigum og fyrir það ber að þakka. Hins vegar ekki hægt að líta fram hjá því að í umræðunni langt skeið hafa aðilar, reyndar mjög fáir, kosið að fara aðra leið í þeim málum. Þeir hafa að því að virðist viljandi og með ásetningi sett fram málflutning sem verulega villandi innihald og áhrif skipulagsins. Slíkt þjónar ekki málefnalegri umræðu, heldur þess fallið að afvegaleiða hana og villa fyrir almenningi og íbúum Mosfellsbæjar. Í svona stóru skipulagsmáli mjög eðlilegt, og þannig það alltaf, að fólk hafi skipta skoðanir og við virðum að sjálfsögðu ólíkar skoðanir sem eru skipulagið. En málflutningur þessara aðila
hefur verið ófaglegur og grefur undan trausti á umræðu skipulagsmál. Við berum öll ábyrgð á því að umræðan sé heiðarleg, byggð á staðreyndum og einkennist af gagnsæi, sérstaklega þegar að ræða mál sem hefur víðtæk áhrif á framtíð samfélagsins. Þess vegna á sama tíma algjörlega óásættanlegt að hafa setið undir því að bæjarfulltrúar, sérfræðingar í skipulagsmálum, innlendir og erlendir, ásamt starfsfólki Mosfellsbæjar sem hefur unnið að málinu langan tíma og af mikilli fagmennsku hafi vísvitandi haldið fram röngum tölum og forsendum skipulagið og beitt blekkingum til að blekkja og villa fyrir íbúum Mosfellsbæjar. Þetta eru mjög alvarlegar ásakanir en sem betur fer eru þær mjög fáheyrðar. Ég vil nota tækifæri hér til þess að fordæma þennan málflutning. Ég vís honum algjörlega á bug og reyndar dæmir hann sig sjálfur að mínu mati. Að því sögðu það mín skoðun og sannfæring að þessi tillaga breytingar á aðalskipulagi sé sterk og til heilla fyrir Mosfellsbæ til framtíðar. Hún afrakstur vandaðrar vinnu, víðtæks samráðs, þverpólitískar samstöðu. Hún endurspeglar metnað Mosfellsbæjar til að byggja upp sjálfbært, öflugt og aðlaðandi samfélag til framtíðar. En aftur að beiðninu íbúakosninguna. Ég búinn að rekja hér í stuttu máli þá faglegu vinnu sem hefur átt sér stað í málinu. Eftir ítarlega kynningar og íbúafundi bárust afar fáar athugasemdir þegar skipulagstillagan var auglýst og fólki gafst kostur á að skila inn athugasemdum sínum. Það barst reyndar aðeins ein efnisleg athugasemd frá einum einstaklingi. Það bendir til þess, sem var svo sem vitað, að tillagan hefur verið vel kynnt og nokkur sátt ríki hana, þó að það sé alltaf skipta skoðanir í svona risastóru skipulagsmáli. Vegna umfangs og stærðar málsins var það sameiginleg ákvörðun stjórnsýslunnar og sveitarstjórnar að kynningar og samráð yrði langt umfram það sem lög mæla fyrir Vegna þess að okkur fannst það mikilvægt að fólk fengi á fyrstu stigum að koma að málinu til þess að geta kynnt sér það, til þess að koma með athugasemdir og það skilaði góðum árangri í vinnunni að mínu mati. Haldnir hafa verið opnir fundir, farið í ítarlegar kynningar í fjölmiðlum, auk víðtæks samráðs bæði við sérfræðinga og íbúa. Ferlið hefur því verið gagnsætt, aðgengilegt og vandað frá upphafi til enda. Þetta skipulag og vinnan í kringum það á sér ekki hliðstæðu að mínu mati á Íslandi. Það hefur vakið mikil og góð viðbrögð hjá Mosfellingum sem hafa kannski ekki verið nógu duglegir að tjá sig jákvæðar hliðarnar á því. Og sú hrifning og sú ánægja, hún nær langt út fyrir raðir Mosfellsbæjar. Ég stoltur að ég hafi tekið þátt í þessari faglegu vinnu í langan tíma og ég sannfærður það að þetta skipulag og þessar breytingar verði Mosfellsbæ til mikillar heilla langa framtíð. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Mikaeli. Gjörðu svo vel. Forseti, við komum upp undir sama mál, 2.8, erindum undirskriftasöfnun og kosningu vegna aðalskipulagsbreytinga Blikastaðalands. Við byrjum því að gera athugasemd við forseta að ég á síðasta bæjarstjórnarfundi sem ég tók þátt í var svona góðfúslega ámyndur með að halda mig innan þess mál sem til umræðu og ég vil biðja að sé gert það sama. Þarna erum við núna búin að hlusta á 2 langar ræður mál sem ótengt, eða sem tengt, en ekki þetta mál. Lofvörðum, einhver rakning á ferli og þetta ekki mál sem til umræðu. Það ekki aðalskipulagi, breytingar aðalskipulagi Blikastaðalands, þetta erindi sem til umræðu í augnablikki. Þannig að við erum benda því forseta vinsamlega að biðja bæjarfulltrúa að halda sig innan marka þess. Það nóg langt verður umræða þetta mál þráttur að förum að gefa allt. Og ég veit að það að kasta steinum í glerhúsi en allt í lagi.
þess vegna get ég bent á það. Það gott að halda sér innan ramma. Og að málið þá. Og ég tek það fram ólík hinum tveimur ræðismönnum sem hafa talað undan mér, ræðumönnum sem hafa talað undan mér ekki með tilbúna ræðu, þannig að þið verða að fyrirgefa kannski ef ég ekki alveg svona konsekvent í öllu því sem ég ætla að segja. En aftur að máli. Mér finnst ég verði eiginlega að lýsa undrun yfir því að sé verið að tala að blanda í þessu í rauninni, kosningabaráttu, við getum kallað þessu svo, þessara íbúðarkosningu. Það eru allir mega af að sína skoðun, það er að segja kosninguna sjálfur, málefni sem til kosningar. Það er að segja, það er það sem að meina. Og að sjálfsögðu eru allir með sína skoðun og sjálfsögðu með allir hafa sína skoðun og ég fyllilega skiljanlegt að vera með ólíka sjónarmið. En þegar við erum að tala að halda uppi vandaða stjórnsýslu sem var eina af fyrstu athugasemdi í málflutningi bæjarfulltrúa Lovísu. Það lítur að vera að krafa svo að við förum á öllum lögum, ekki bara þeim sem þóknast okkar. Og í þessu tilfelli þó ég sé ekki löglærður að fullu, þá við allavega lesum mér aðeins til lagaramma í kringu þessa undirskriftasafnari og íbúðarkosninga og hann býsna skýr. Það í sveitarstjórnarlögum í grein 108, þá fjallar við þessa og svo sér reglugerð sem fjallar undirskriftasafnari vegna almennar atkvæðagreiðslna samkvæmt sveitarstjórnarlögum og ég má vitna í þessari reglugerð með leyfi forseta, þá það óbúslega skýr í rauninni bara furðulega velgerð reglugerð. Nú ég að skrifa ritgerð allt annað, það sem kemur fullt af reglugerðum og það ekki alltaf svona einfalt að lesa úr þeim. Þetta óbúslega skýr, stutt, laggott, skilmerkileg, tekur á öllu því sem kemur þessu mikilvæga máli. Og þar til dæmis, ef ég má nefna nokkur atriði úr þessari reglugerð, að því svona bara til að aðeins að setja þetta í samhengi við allt því sem hefur verið sagt hingað til, sem rétt eða rangt eftir því hvernig maður lítur á hverja skoðun maður hefur. En það sem alveg kýrskýrt að einmitt stór og mikilvæg mál, stefnumál til langframar, iðulega það sem fólk vill segja til sérstaklega, ekki eitthvað annað. Við erum með öðruvísi ólíku vettvang til að safna þeim upplýsingum. Við erum að kjósa Betra Mosu eða Betra Reykjavík, okkar Mosu, minnum ég heiti, frábært. En það ekki þetta. Þetta akkúrat hugsað fyrir svona stór, mikilvæg, flókið mál. Það akkúrat þannig. Grunnhugmyndafræði þessar greina það. Og ég veit að við erum í fulltrúalýðræði. Við sitjum þarna sem fulltrúar íbúa Mosfellsbæjar, sjálfsögðu. En samt hefur löggjafinn gert ráð fyrir að í ákveðnum málum geti 3 einstaklingar, ekki 7 eins og í þessu tilfelli sem við erum að fjalla heldur 3, að minnsta kosti 3 einstaklingar sem eru kjósendur í sveitarfélagi, beði í rauninni ekki einu sinni beði, tilkynna fyrirhugaða íbúðarkosningu. Þannig að þeir eru 3. Það allt sem þarf. Og það sem þurfa að gera að leggja fram til sveitarstjórnar, tilkynningu það þeir séu að hugsa að safna undirskriftir, nota bene til að biðja íbúðarkosningu. Það ekki, sjálf íbúðarkosningu ekki að beini þessara 3, heldur til þess að íbúðarkosningu verði að þarf að minnsta kosti 20% kjósenda í sveitarfélagi og í tilfelli Mosfellsbæjar það þannig. Ef ég lesi rétt samþykktir stjórn Mosfellsbæjar að minnsta kosti. Þannig að við erum ekki að tala 3 aðila. Við erum að tala 3 aðila, 3 aðila fyrir gefi.
eða 7 í þessu tilfelli, sem biðja það að mega safna undirskriftir til að safna 20% íbúa til þess að verði íbúakosning. Og þá erum við að tala, ef ég man rétt, og ef að frendi minn á netinu og hjálpa mér rétt, þá er ca. 2500 manns sem þurfti að biðja það til þess að þetta gert. Þannig að það er ekki að tala lengur þessar 7. Þessi 7 eru bara að tala til að mega að gera. Ok. Höldum aðeins áfram. Þá er skýr rammi líka, óbúslega skýr, og það er akkurat nota bene það sem við erum að kalla að tala í dag hérna og taka ákvörðun er ekki breytinga aðalskipulagi Blikastaðalands. Er ekki framtíða uppbyggingu og ekki afstöðu okkar hvort að þessi tillaga sem núna stendur til er frábært eða vel unni. Það er ekki það sem við þurfum að ræða heldur að taka afstöðu samkvæmt þessari reglugerð þessa beiðni. Og þar er óbúslega skýrt, og aftur með leyfi forseta við má vitna beint í reglugerð. Þá segir að innan 4 vikna, sem fyllilega innan þessa ramma sem við erum í dag, meta hvort ákvæði 3. málsgreina 180. grein sveitarstjórnarlaga hamli því að unnt sé að krefjast almenna atkvæðagreiðslu máli. Gott og vel, ef við skoðum þá þessa 3. málsgreinu 180. það er eins og bara tungubrjótur, það segir það. Fyrir mína suðræða tungu það er allavega mjög erfitt að vitna alltaf í svona raðnúmer. En þar segir í 3. málsgrein þessara 180. greina að það megi ekki, verður ekki krafist, þar að segja almennar atkvæðagreiðslu, verður ekki krafist efni fjárhagsáætlunar og viðauka þess. Hennar, tekjustofna sveitarfélag eða álagningu annarra lögheimila gjalda, ráðningu störf sveitarfélagi, laun og önnur kjör sveitarstjórnarmanna eða starfsmanna sveitarfélagsins eða tillögu sem gengur gegn lögum eða mundi leiða til þess að lagaskyldu yrði ekki fullnægt hálfu sveitarfélagsins. Punktur. Það rammi sem sveitarstjórnin má athafna sig í. Ekkert annað. Og það veit hver maður sem hefur lesið bara stjórnsýslu 101. Stjórnsýsla má ekkert nema sérstaklega sé heimilað. Öfugt við íbúar og borgar sem eiga allt nema sérstaklega sé bannað. Svo við rifjum það upp einu sinni enn. Þannig að þetta rammi sem við í dag erum kallaðir að tjá okkur ekki hvað okkur finnst hverju standa íbúar, hverju eru þessi 7 einstaklingar, hvort það séu margir sem í heita bátinu að ræða hversu frábært það eða hversu umrætt það það ekki viðfangsefni þessara funda. Bara alls ekki. Og svo vitni aftur með leyfi forseta í þessari sömu reglugerð sem var að vitna í áðan áfram í 3. málsgrein, mat og tilkynningu sveitarstjórnar. Þá segir áfram að ég leggja þetta mat sem ég var að vitna í. Leyfina ábyrgðaraðilum orðalega tilkynninga og önnur framkvæmdaratriði eftir því sem þörf á og veitir frest til að bæta ámörkunu sé tilefni til. Það má sveitarstjórn ef spurningi sem orðuð, þetta erfitt að spurja svona. En ef spurningi svona okkur finnst mætti vera öðruvísi, þá má leiðbeina það, nota bene, leiðbeina, má ekki krefjast að sé breytt. Þetta leiðbeina, aftur, það má bara leiðbeina og aftur, svo við vitum einu sinni enn, mati á því hvort það sé tæk eða hvort það beri afna, innan þessa 5 eða 6 atriða sem við taldum upp á það. Ekkert annað, ekki hvað okkur finnst það, efni íbúakosningar. Og þá segir áfram í sömu grein, telji sveitarstjórn að undirskriftasöfnun samræmist ekki 3. málsgrein 108. grein sveitarstjórnarlaga skal beiðni hafna. Punktur. Ekkert annað. Ekki ef finnst þetta sammála eða finnst þér illa orðu. Nei, það þröngur rammi sem sveitarstjórnin má leggja mat á
beini eða er viðfangsefni kosningar sem beðið eina þessum atriðum sem banna samkvæmt lögum um sveitarstjórn. Ef ekki, þá ekkert annað sem sveitarstjórnin getur gert annað en að heimila að sé gert. Sérðu? Það það sem þröngur rammi sem við erum kallað að tala Þannig að þegar að tala vandaða stjórnsýslu, þá þetta sem við erum að tala í dag. Auðvitað vandaða stjórnsýslu rosalega stórt viðfangsefni. En í dag erum reyndar kallað að gera margt annað. En undir mál 2.8, sem þetta sem við erum að ræða þá þetta það sem við erum að taka ákvörðun Og í rauninni búið að lítið ákvörðun það. Í rauninni ætti að vera búin að bæráðið ætti að vera búin að afgreiða það að því þetta samkvæmt lögum, bara that's it. Það svo ég sletti á góðri íslensku. En síðan, svo ef ég fæ örlítið meira tíma til að segja uppátt allt sem hefur svona lært þetta með því að skoða, það sem gerist svo að það skyldur sem lagðar síðan á bærin að auglýsa það með sömu hætti myndi auglýsa eitthvað annað hjá sér. Það að segja, setja yngra vefi, setja í mósvellingi kannski, umdelanlegt. En það til dæmi, og ég spurði aftur frænda minni í skýinu að finna dæmi fyrir mig svona. Svona kosningar, samkvæmt þessum sömu lögum, þessum sömu reglugerð 155/2013. Fyrst var svona algjörri bulli, var við að kenna það, en eftir svona smá tilsvöld, þá fann nokkuð dæmi. Skemmtileg dæmi, til dæmis í Hveragerði, hefur maður með leyfi forseta að vísa aðeins í sögu. Það dæmi frá Hveragerði beinum íbúakosningu hvort eigi að rísa aftur uppblásna íþróttahúsi. Sú kosning sennilega náði aldrei 20% marki, því fór aldrei í kosningu. Sú undirskriftasöfnun. En síðan var Bín og Reykji reyndar með það hvort að íbúakosninga vegna Oddeyrarmálin á Akureyri sem mjög listaði þessu máli. Svona kannski ekki jafn stór í sníðum, en sannarlega skipulagsmál, sannarlega lokametrum séu til og meira en það. Því eins og þannig, ég fann ekki áreiðanlegum heimildir og gafst upp að leita í símann klukkan 12 það að kvöldi til hvort það væri raunverulega höfðu orði íbúakosninga vegna þessa undirskriftasafna eða ekki. En ef við leitum upp í fundargerð bæjarstjórnar Akureyrar var hins vegar efnt til íbúakosningar eftir að aðalskipulagi og eftir að deiliskipulagi voru samþykkt alla leið og þarna voru í þessu ferli sem var reknir í áðan og sama hversu vel unnið var og niðurstöðu þessara ráðgefandi íbúakosningu voru á þann veg að fólk var ósátt við það og bæjarstjórnin viti menn hætti við það. Örugglega voru landeigendur og arkitektar og allir sem unnu í því og koma að málinu örugglega mjög ósáttir við það. Það vel skiljanlegt að allir sem leggja sína vinnu á metnandi að gera eitthvað og fá það ekki framgengt verða örugglega ósáttir. En íbúar þarna ákvað að gera það ekki, vildu ekki svona. En aftur er ég að skamma sjálfa mig að því ég að fara út fyrir máli. Aftur svo ég árétti einu sinni enn máli 2.8 erindi. Ég sé ekki með neinu móti og verður áhugavert að heyra á hvaða lagalegu grundvelli ætti bæjarstjóri Mosfellsbæjar hafna þessari beiðni. Ég vil ekki, ef engar á að heyra meira afstöðu einstakra bæjarfulltrúa varðandi máli varðandi aðalskipulagi en varðandi þessi erindi á hvaða sem borið upp samkvæmt reglugerð 155/2013 hvaða því til fyrirstöðu í 3. málsgrein 108 grein sveitarstjórnarlaga sem gera verkum að við þurfum að hafna. Takk.
Takk fyrir bæjarfulltrúi. Forseti vill þó nefna þar sem bæjarfulltrúin kom inn á að bæjarráð hefði geta klárað að afgreiða þetta mál að þá með vísan til 3. greinar reglugerðar nr. 155/2013 undirskriftasafnanir. Þá það sveitarstjórn sem þarf að taka afstöðu til þessara tilkynningar og þar sem að bæjarráð hefur ekki fullnaðar afgreiðslu heimild nema í samþykktu leyfi bæjarstjórnar að þá hefði sú ákvörðun aldrei geta tekið gildi fyrir í fyrsta lagi að afloknum bæjarstjórnarfundi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og forseti og bæjarfulltrúar, ég kem undir sama máli. Ég greiði atkvæði gegn því að íbúakosning fari fram þetta mál. Þessi breyting á aðalskipulagi hefur farið í gegnum ítarlegt og lögbundið ferli þar sem að íbúar, hagsmunaaðilar og stofnanir hafa haft ítrekuð tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Á sama tíma var samráð og kynning sem fóru langt umfram lágmarkskröfur laga. Undanfarið hafa komið fram athugasemdir þéttleika byggðar og framsetningu upplýsinga. Mikilvægt að hafa í huga að þær tölur sem nefndar eru byggja á ólíkum forsendum og afmörkunum. Þær eru ekki í mótsögn, heldur lýsa mismunandi hliðum sama verkefnis. Þetta flókið skipulagsmál sem verður ekki réttilega sett fram sem einföld já eða nei spurning. Einnig liggur fyrir að við, kjörnir fulltrúar, höfum haft aðgang að öllum helstu gögnum málsins á öllum stigum og málið hefur verið til umfjöllunar á fjölmörgum fundum og vinnustofum. Sem kjörnir fulltrúar berum við ábyrgð á því að taka ákvörðun á grundvelli faglegs mats, upplýsinga og heildarhagsmuna íbúa. Ég ber mikla virðingu fyrir íbúalýðræði en í þessu tilviki tel ég rétt að standa við það ferli og þá stefnu sem þegar hefur verið mótuð og það þess vegna sem að ég mun greiða atkvæði gegn íbúakosningu hér í dag. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Það voru ekki fleiri sem að bæjarfulltrúi Aldís var búinn að gefa merki á það, þannig að gjörðu svo vel. Forseti kemur upp undir sama máli 2.8. Við höfum nú fjallað uppbyggingu á Blikastaðalandi hérna nokkurt skeið og ég sem kjörinn fulltrúi get ekki með góðri samvisku boðið íbúum Mosfellsbæjar upp á það að hér skuli fara fram undirskriftasöfnun vegna íbúakosningar þá spurningu sem lögðu fram í þessu erindi. Slík undirskriftasöfnun og slík kosning yrði aðeins sjónarspil á mínu mati. Þráttar hefur verið þéttingarhlutfall í nokkuð langan tíma og ég get ekki annað séð en að fólk verða að vera sammála að vera ósammála þar. Mér finnst við ekki geta farið með íbúalýðræði þennan hátt og ég get ekki ímyndað mér að það hefur verið vilji löggjafans að hver sem geti óskað eftir kosningu hvað sem er. Þetta mjög stórt mál og ég veit að svona ákvörðun ekki tekin af léttúð að hafna svona erindi. Við tökum því mjög alvarlega en við sjáum okkur enga aðra leið færa í þessu máli eins og staðan er núna. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Mikael, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir sama máli. Það hérna búið að reifa það mjög vel hér, sérstaklega fyrstu 2 ræðum og var farið mjög grundigt yfir málið. Í mínum huga, það sem ég vil segja bara að það ekki léttvæg ákvörðun að segja nei við íbúakosningu. Það getur aldrei verið léttvæg ákvörðun, en í þessu máli þá í mínum huga þá skiptir meira máli eða er svo mikilvægt að við stöndum frammi fyrir mjög stóru uppbyggingamáli, mjög flóknu
sem búið að taka langan tíma að vinna í gegnum mjög vandað ferli þar sem búið að óska eftir og kalla eftir og opna fyrir athugasemdir og þátttöku almennra íbúa mun meira heldur en lög gera ráð fyrir. Hérna reyndu bæjaryfirvöld í raun og sann að opna ferlið eins og frekast var hægt. Í öðru lagi þá hefur þetta mál verið í vinnslu í mjög langan tíma. Samkvæmt minni bestu vitund þá hefur aldrei verið bókað í skipulagsnefnd gegn málinu eða einhverjum þáttum þess, heldur hafi skipulagsnefnd alltaf verið sammála skrefin sem stigin hafa verið. Málið hefur tekið breytingum frá upphafi, mjög góðum breytingum og töluvert miklum og það allt eftir samráð sem það gerist. Núna erum við komin á þann stað að við erum á borðinu liggur skipulag sem að flest okkar sem hér erum mjög ánægð með. Og ef við ætluðum að fara með þá spurningu sem hér liggur fyrir inn í íbúakosningu, þá svarar hún aldrei í raun og veru því sem þarna liggur undir. Spurningin næri ekki utan máli. Spurningin hefði kannski átt að koma strax alveg í upphafi þessa ferlist og hefði þá kannski átt að vera á að byggja upp á Blikastöðum eða ekki. Það kannski einföld spurning, en undir niðri liggja líka gríðarlegir hagsmunir Mosfellsbæjar til framtíðar. Við erum kjörnir fulltrúar, erum kosin hingað inn til þess að gæta hagsmuna Mosfellsbæjar, ekki bara núna heldur til framtíðar. Og það að hleypa þessu máli í uppnám vegna óskar ógreinilega spurningu á þessum tímapunkti finnst mér ekki koma til greina. Þannig að ég stend fullkomlega baki þeim sem hér höfðu framsögu fyrir bæjarfulltrúa í upphafi fundarins og svo langar mér bara að bæta við að það að tala þetta fram á nótt og við erum komin að þessari niðurstöðu í sameiningu að þetta sé eina skynsamlega leiðin í þessu máli, svo sjáum við bara til hvað gerist, en það eitt sem verður að hafa í huga, að Mosfellsbær ekki eyland. Mosfellsbær, eins og einhver sagði áðan, Mosfellsbær í samstarfi við alls konar aðila, Mosfellsbær gerir samninga við alls konar aðila og Mosfellsbær þarf að njóta trausts í samstarfi, hvort sem það við önnur sveitafélög, ríkið, fyrirtæki, þannig að ef við ætluðum að kippa að okkur höndum núna á þessum tímapunkti, þá verð ég að segja, þá veit ég ekki alveg hvað áhrif það hefði á þá stöðu Mosfellsbæjar sem ábyggilegs samningsaðila. En fyrst og fremst þá tek ég bara þessa ábyrgð, mér finnst hún ekki léttvæg, en ég tek hana á mig og ég stend við það. Þessi spurning ekki tæk í íbúakosningu og þannig að ég segi nei við því. Bæjarfulltrúi Mikaela, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir. Bæjarfulltrúar og því sem heima vonandi að hlusta. Þá kem ég aftur undir sama mál hér varðandi erindi fyrirhuganda íbúakosningu og margt sem hefur verið sagt sem ég langar aðeins að bregðast við. Fyrsta lagi hárétt ábending frá Þorstað varðandi afgreiðslu sveitastjórnar á slíkum erindum, hárétt, það sem ég hafði
sem hefði satt vilja þar var að bæjarráð hefði geta móta eins og oft gert tillögu hvernig ætti að afgreiða þessa mál. Að því aftur, sama hversu oft sagt, það sem við erum að tala ekki hvað okkur finnst íbúakosningu, málefni íbúakosningu. Það snýst ekki það hvort að ágætur bæjarfulltrúi sé hvaða skoðun hafi þeir á viðfangsefni þessara fyrirspurna. Og til að bregðast við, það bara lögfræði undir 1. Ef við byrjum á, fyrst við vorum í stjórnsýslu áðan undir 1, lögfræði undir 1, það sem stendur er það sem stendur í lögum, ekki það sem hefði vilja. Það stendur í lögum að 3 kosningabæri einstaklingar geti byrja að safna undirskriftir íbúakosningu. Hvað sem nákvæmlega til að svara bæjarfulltrúa Aldísi. Nákvæmlega hvað sem nema þessi 5 atriði eða 6, eftir hvernig maður vill telja það, sem eru talin upp í 3. málsgrein 118. greina sveitarstjórnarlaga sem ég las upp áður en ætla ekki að gera aftur. Það það sem afmörkun löggjafans, ekkert annað. Þannig að ef við byrja að safna undirskriftir til að sjá hvort að vínbúðir megi vera með skildi þarna eða ekki, þá má ég það. Ef ég á 2 aðra, þá má ég byrja að safna undirskriftir. Það gerir ekki. Það sem ég finnst við eins og svo ég bæti á undrun minn, greinileg afstaða bæjarfulltrúa sem við hér hafa að tala minnstu kosti, tvennt. Annars að íbúar Mosfellsbæjar sé klárlega ekki treystandi til að taka ákvarðanir flókið skipulagsmál að sama skapi íbúar Akureyrar fengu að gera. En við erum náttúrulega miklu tengdari öðrum sveitarfélögum heldur Akureyri sem einn og sér í Eyjafjörðinu sínu. Hvers konar rugl það með leyfi forseta? Það finnst mér niðrandi fyrir íbúa Mosfellsbæjar. Og númer 2, finnst ágætu bæjarfulltrúi sem við hér hafa að tala, gefa sér í fyrsta lagi að slík undirskriftasöfnun næði fram að ganga. Aftur eins og ég sagði, það þarf ekki 7 þá, það þarf 2500 manns til að knýja fram cirka, sem þetta milli 2 og 3000 manns, til að, svo ég verð ekki skammaður aftur að bæjarstjóra fyrir að fara rangt með tölur, nei síðast, ekki núna, en það segjum 2700 manns, 3000 manns, verulega 20% íbúa Mosfellsbæjar þurfa að vilja þessa íbúakosningu. Hvað gerist ef það gerist ekki? Bara nákvæmlega ekki neitt. Það deyr eins og allar hina undirskriftalista sem hafa ekki náð framgang. Fara inn á Ísland.is og slá inn undirskriftalista. Það undirskriftalista fyrir alls konar dót. Langflest dót sem mun aldrei ná neinu marki. Og nota bene, það skýr mörk í þessari sömu reglugerð hvenær þessi undirskriftasöfnun má byrja og hvenær má verður að klárast. Það eru 4 vikur frá því hún hefst. Það til búin. Á þessu 4 vikum, sem nota bene eru sömu viku cirka bát sem eru fram að kosningum, 52 daga til sveitarstjórnarkosninga, þannig að cirka það til að safna þessi 3000 manns sem vel á minnst cirka það sem þarf til að ná 3 mönnum inn í þessu ágæta bæjarstjórn, samkvæmt frænda mínu í skýjunni. Þannig að það mjög áhugaverðar tölur. En mér finnst bæjarfulltrúar að gefa sér það að séu til 3000 mann sem vilja kjósa þetta. Og nota bene og gefa sér líka að allir sem myndu taka þátt í slíkum kosningum sem vel á minnst á eftir að segja hvort það verði ráðgefandi eða bindandi, það ákvörðun sem sveitarstjórn þá að taka. En það finnst mér að gefa sér að niðurstaða slíkra kosninga svo að þessi ágæta supervel unna fyrirmynda skipulag fellt. Að þið getur ekki lust á ykkur öðruvísi en það að gefi það öllu þessu kasta á glæ, en ekki að það myndi ekki vera nein áhuga að fara í íbúakosningu fyrir þetta.
Við erum ekki að kjósa íbúakosningu, niðurstöðu íbúakosningu og hvað að gera með þær. Það annað. Við erum að kjósa það hvort að megi safna undirskriftir til að kannski knýja fram slíkar kosningu. Það það sem við erum að tala hér núna. Ekki neitt annað. En hins vegar finnst mér óbúslega áhugavert að heyra það og ég hvet íbúa Mosfellsbæjar til að velta því fyrir sér. Fyrst við erum að fara út allt með þessu máli þrátt fyrir mína ábendingu. Þá leyfum við líka að fara aðeins víðar heldur að tala mál 2.8. Þá eins og ég sagði 52 dagar til kosninga. Hugsi aðeins það. Því sem kannski horfið þessa fundagerð, þessari fund. Það að því hér verið talað fulltrúa lýðræði. Það sannarlega tímapunktur sem þessi fulltrúa lýðræði endurnýjað. Akkurat þá, hvaða bæjarfulltrúa vil ég fá í þessi ágætu bæjarstjórn? Það fólk sem treyst ykkur ekki, sem treyst ekki því að sé hægt að taka upplýstar ákvarðanir, og ef verið spurning flókið mál, þá verður bara það verður alltaf rífið til kaldra kola, og það finnst mér verulega áhugavert að sjálfsögur í þessara bæjarfulltrúa og þessara bæjarstjórn og allar þessir sem hafa unnið þessu frábæra máli sem aftur, og þar með ekki að lýsa við því að ég sé ekki sammála því, hann hluta til. En sé ekki meira en svo að ef fólk raunverulega yrði spurt, þá myndi segja nei. Hvers konar rugl það? Að þá halda því fram sér super frábært og allir séu sáttir, hvað vandamáli að fara í slíka kosningum? Og aftur, það ekki það sem við erum að tala um. Það sem við erum að tala um og alveg kýrskýrt og það sem ég myndi vilja fá þá að heyra frá okkar lögræðu fólki, það að segja frá bæjarstjóra og frá bæjarlögmanni sem sýta þessum fundi. Hver rammi sem við erum að tala um? Ég að fara með rangmál? Ég myndi gjarna vilja heyra það, að ég sé að fara með rangmál og það sem við getum hafna á þeirri forsyndu að séu bara þessi örfáatriði sem eru talin upp í 3. málsgrein þessara greina sem ég ætla ekki að nefna að þið geta ekki í sveitarstjórnarlögum og ekkert annað. Og hvaða af þessu atriðum á þá við í þessu tilfelli? Að því, og við líka nefna það, að það væri mjög áhugavert að heyra það. Að því það rammi sem við höfum. Annars erum við að taka ólöglega ákvörðun. Svo ég segi það berum orðum. Og ákvörðun sem hvort ætti að kæra til ráðuneytis samkvæmt þessu sömu grein. Þannig að það og myndi alltaf væri gerð leið ef ég væri einn af þeim sem að safna þessu undirskriftum. Af því það bara eins skýrt og mögulegt geta orði allavega í mínu einföldu hug. Þannig að væri mjög áhugavert að heyra frá einhverju sem veit meira en ég hvort ég sé að fara með rangt. Þannig að en aftur þá gefst tækifæri og sannarlega verður dómur þá það, væntanlega verður dómur það hvað öll þessu tautar, hvað finnst fólki þessa viðfangsefni þessara 4 íbúakosninga, það að segja Blikastaland og framtíð þess. Hvert vildu fólk fara? Eru allir full on með það sem við búin að gera, þráttir að séu litlar athugasemdir sem koma í formúlegu ferli og vita allir. Það yfirleitt mjög lítið það, sama hversu stór máli eru. En ég veit ekki alveg hvaða sveitarfélagi ég bý, að því allavega það sem ég heyrði utan mig bara í heitabotni Sundi á óspurðum fregnum og ekki að tala við mig, fólk mjög hugsi við þessu, þrátt fyrir allt saman, þrátt fyrir hversu vel unni og þrátt fyrir að vinni til að séu margir lærði skipulagsfræðingar sem séu þessi frábært og má vera, og ég vil líka áður sagt, mér finnst það að mörgu leyti rosalega flott, vel gert, frábært, þessi áfangi. Spurning með næstu og spurning með efndir af þessu, endilega fólk hugsi yfir svona stór mál. Þannig að þá sannarlega eftir 52 daga þá verður skýrt hvað fólki finnst þetta mál. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi.
Forseti getur vel tekið við ábendingum það sem betur má fara við fundarstjórn og alveg maður til þess, en finnst þó rétt þegar að bæjarfulltrúar koma með slíkar ábendingar að þeir séu þá samkvæmir sjálfum sér í framhaldinu og því að ekki skal svo bölbæta að benda á annað verra. En fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, ég kem hér aftur upp undir sama máli. Nú hvað svo lækkað á hérna. Já. Ég nú einn af þeim bæjarfulltrúum sem löglærð og ég ætla að reyna að taka á eitthvað af þeim spurningum sem hér hafa vaknað hvað lögfræðina varðar. Og ég var nú bara að byrja á því að lýsa yfir ánægju minni með það að frændin í skýinu eða gervigreindin ekki búinn að leysa af lögfræðikennslu í háskóla. Og því að hann virðist ekki allavega vera búinn að sitja lögfræði 101 meðan við það sem fram hefur komið hér. Það ekki þannig að 3 einstaklingar geti bara upp á sitt einsdæmi farið í að safna undirskriftum án samþykkis bæjarstjórnar. Það þarf samþykki bæjarstjórnar. Undirskriftasöfnun í samræmi við 108. grein sveitarstjórnarlaga er ekki sambærileg við þessar almennu undirskriftasafnanir sem við erum að sjá á Ísland.is. Þess vegna fylgja lögunum reglugerðir til fyllingar þar sem farið nánar út í þessi atriði. Og í upphafi skyldi endinn skoða ekki hægt að taka afstöðu til þess hvort að 3. málsgrein 108. greina sveitarstjórnarlaga eigi við nema að skoða andlag beiðninnar. Það að skoða andlag beiðninnar og leiðbeina annars vegar ekki það sama og að fara síðan að vera ráðgefandi til beiðanda. Og ég veit ekki betur en svo að beiðendur hafa fengið allar þær leiðbeiningar sem að óskað var eftir, en hvorki okkur sem bæjarfulltrúum né öðrum innan stjórnsýslunnar skylt að vera ráðgefandi hvaða spurningar skuli leggja fram. Þar fyrir utan þá það á endanum sveitarstjórnarinnar sjálfrar að ákveða hvað verður spurt en ekki beiðanda. Það ekki hægt að koma hér með hvað sem og ákveða að leggja það fyrir bæjarbúa. Þetta stendur skýrt og greinilega í 107. grein laga númer, man ég ekki alveg, skilur ekki alveg, frá 2011 man ég allavega eftir, en að það sveitarstjórn ákveður hvað spurt leggur fram þær upplýsingar sem fólk þarf til þess að taka afstöðu til málsins og ákveður hvenær kosningin fer fram, þó ekki síðar en 1 ári eftir að óskað eftir kosningu ef að kosning knúin fram með 20% undirskriftum 20% íbúa. Við sem kjörnir fulltrúar berum ábyrgð umfram það sem stendur í 107. og 108. grein. Og ég vil bara benda á það að þrátt fyrir að hér sé því haldið fram að þetta sé rosalega skýrar og grein lög og reglugerðir, þá hefur enginn af þeim löglærðu aðilum sem ég hef talað við tekið undir þessi orð, hvort sem það hér innanhúss eða utanhúss. Það margt óljóst þegar það kemur að þessum ákvæðum. Og þá vil ég líka benda á það að bæjarlögmaður Mostsbæjar starfar fyrir hönd allra bæjarfulltrúa. Við höfum að sjálfsögðu átt samtöl við okkar fólk. Bæjarfulltrúi Vina Mostsbæjar hefur setið þessa fundi.
og fengi nákvæmlega sömu upplýsingar og við. Og bæjarfulltrúi Mikaele, þegar hún var ljóst að hann myndi sitja þannig að fundi í dag, hefði haft fulla ástæðu til þess að setja sig í samband við bæjarlögmann hér fyrir þennan fund og afla sér þessar upplýsingar, frekar en að ég þurfi að nota seinni ræðu mína í að fjalla lögfræðilega athugasemdir annarra bæjarfulltrúa. Hins vegar það eftir stendur, það sem að hér kom fram áðan. Í upphafi skyldi endinn skoða. Við þurfum að vita hvaða sem að við erum þá að fara að leggja fyrir bæjarbúa. Og eins og ég sagði, við höfum skyldum að gegna gagnvart fleirum heldur en bara þessum ákveðnu greinum laga og þar vil ég sérstaklega benda á bara hreinlega önnur ákvæði sveitarstjórnarlaga sem krefja okkur þá ábyrgð að gæta hagsmuna sveitarfélagsins í hvívetna. Ég vil líka benda á skyldur sveitarfélagsins til þess að standa við gerða samninga samkvæmt almennum samningarétti og aðra skuldbindingar. Og þá ég ekki bara að tala landeiganda að þessu ákveðna landi sem undirliggjandi mál alls þessa. Við erum að tala fleiri samninga sem sveitarfélagið hefur gert til að mynda við önnur sveitafélög hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við eigum beintra fjárhagslega hagsmuna að gæta í þeim samningum, ekki samningum við bankann, heldur í þeim samningum sem við erum að gera. Við getum ekki í aðra röndina sagt hérna, við ætlumst til þess að staðið verði við samninga sveitafélaga á höfuðborgarsvæðisins uppbyggingu í Skálafelli eins og við erum að berjast fyrir með kjafti og klóm en ætla síðan að snúa okkur við og ekki standa við aðra samninga. Við verðum að vera traustur samningsaðili og við getum ekki komið hérna einhvern tímann og bara hent því til hliðar af því að það var ákveðið að fara í íbúakosningu. Íbúakosningin má ekki verða til þess að sveitarfélagi get ekki staðið við skuldbindingar sínar. Það stendur skýrt í 3. málsgrein 108. greinar og í ljósi þess að hér verið að hrista hausinn yfir þessu og óska eftir leyfi forseta til að lesa upp 3. málsgrein 108. greinar sveitarstjórnarlaga númer 38 frá 2011 en það stendur í 3. málsgrein almennar atkvæðagreiðslu samkvæmt 107. grein verður ekki krafist efni fjárhagsáætlunar tekjustofna. Ég stytti aðeins fyrir fólk af því að það ekki allir sem eru svona hrifnir af þessum greinum öllum. Tekjustofna sveitarfélagi eða álagningur annarra lögheimila gjalda ráðningu í störf hjá sveitarfélagi laun og önnur starfskjör sveitarstjórnarmanna eða starfsmanna sveitarfélagsins eða tillögu sem gengur gegn lögum eða myndi leiða til þess að lagaskyldu yrði ekki fullnægt af hálfu sveitarfélagsins. Þetta eru atriði sem við þurfum að hafa í huga og það stendur skýrt og greinilega í reglugerð númer 155 frá 2013 að aðeins þeir sem eftir að það einstaklingarnir 3 sem að bæjarfulltrúi Mikaele vísaði til hafa tilkynnt ósk sína að hefja undirskriftasöfnun þá ber okkur samkvæmt 3. grein fyrrgreindrar reglugerðar. Eftir að sveitarstjórn hefur fengið tilkynningu fyrirhugaða undirskriftasöfnun þá skal hún innan 4 vikna meta hvort ákvæði 3. málsgrein 108. greinar eigi við. Það nákvæmlega það sem við erum búin að vera að gera. Við erum búin að vera að meta það hvort að 3. málsgrein 108. greinar eigi við. Það niðurstaða okkar að hún eigi við. Þess vegna þetta niðurstaðan okkar. Og við erum búin að margítreka það hérna að við erum bundin af fleiri lagaákvæðum heldur en bara 108. greininni og við erum bundin af heildarhagsmunum sveitarfélagsins. Það hefur ekkert með traust íbúa að gera. Íbúar treystu okkur hérna fyrir 4 árum til þess að taka þessar ákvarðanir. Þau borga okkur laun til þess að við setjum okkur inn í þessi mál á dýptina vegna þess að þau eru ekki einföld já eða nei spurning eins og það hvort það megi vera skilti hægra megin við húsið eða ekki. Þetta ekki slíkt mál. Þetta mun flóknara mál og þetta mál sem hefur víðtækari áhrif. Og
Því leytinu til má segja að það eins og bara kemur fram í 3. málsgreininni með fjárhagslegar, hvað er þetta? Með tekjustofna sveitarfélaga eða fjárhagsáætlun. Þú veist, þetta mál að þeirri stærðargráðu að mér finnst ekkert lok fyrir það skotið og ég meina og þetta hluti af fjárhagsáætlun meira segja. Það sem við gerum ráð fyrir bæði kostnaði og tekjum vegna þessara liða. En ákvörðunin sjálf, skipulagsákvörðunin sjálf auðvitað ekki hluti af fjárhagsáætlun en aftur við höfum fjölþættum skyldum að gegna. Við getum ekki horft einangrað á einn lagabálk. Þannig gengur lögfræðin ekki fyrir sig og lögfræði er heldur ekki svartbít. Það ekki bara nákvæmlega eins og það stendur því að trúðu mér, eftir 20 ár í faginu, þá getur fólk verið með 15 mismunandi skoðanir á því hvað stendur þarna svart á hvítu. Annars bara væru einhver lögfræðingar til og ykkur liði kannski öllum miklu betur. En þegar á reynir þá viljið þið gjarnan geta leita til okkar sem höfum unnið að því að vera að pikka í þessi smáatriði. Ég ætla mig langar að endingu að koma inn á og taka undir það sem bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson sagði í sinni ræðu að það er eftirtektarvert að í öllu því lýðræðislega ferli sem fram hefur farið að þá komi ein efnisleg athugasemd við aðalskipulagið. Það vill þannig til að þessi aðili einn af þessum 7 sem bæjarfulltrúi Mikaeli vísar til en það skiptir ekki máli. Það eftir sem áður bara ein athugasemd. Við erum með fjölmörg önnur í ferli þar sem eru tugir, jafnvel hundruðir athugasemda sem berast. Þannig að það segir svo sannarlega eitthvað málið ef fólk telur þetta ekki nægilega mikilvægt til þess að setja penna á blað og koma sínum skoðunum á framfæri en telur á móti að það sé eðlilegt að fara fram á íbúakosningu með tilheyrandi bara hreinlega kostnaði fyrir samfélagið líka. Allar þessar kynningar eru náttúrulega búin að kosta sitt og við vildum fara í þær og við fórum í miklu ítarlegra heldur en við þurftum að gera vegna þess að við vildum gefa fólki tækifæri til þess að tjá sig. Og þar alveg tekið líka undir það sem að bæjarfulltrúi Aldís sagði með vilja löggjafans vilji löggjafans var allavega ekki sá að það gæti einn íbúi hér á landinu farið í kosningu ákvarðanir Alþingis eða ríkisstjórnarinnar. Hér erum við bara í smærra sniði og það á ekki að vera hvað sem það þarf að vera til hagsbóta fyrir alla. Það ekki hægt að smætta þetta niður í já, nei, svart, hvítt. Það ekki þannig. Lífið bara ekki þannig. Og það á ekkert annað við hérna. Þá vil ég líka benda það að áheyrnarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar í skipulagsnefnd hefur setið í það og tekið þátt í umræðum þessa breytingu á aðalskipulagi allavega síðastliðin 2 ár. Það að segja, sá varabæjarfulltrúi sem að skrifaði undir þessa beiðni og aldrei á þessum tíma hefur viðkomandi bókað eða hreyft með mótmælum eða að gert athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar á aðalskipulagi. Þannig að mér finnst það, persónulega finnst mér það ákveðin afskræming á lýðræðinu að hunsa lögboðið lýðræðislegt ferli hunsa vettvanginn innan stjórnsýslunar sem þú hefur og ætla síðan að efna til íbúakosninga þegar við erum komin á loka skrefið. Af hverju ekki þessir aðilar, hinir 6 sem undir beiðnina skrifuðu, búnir að láta í sér heyra á ferlinu og þar sérstaklega einn sem hefur haft hið fullkomna tækifæri til þess. Í beinu sambandi við skipulagsnefnd.
Þetta ekki, ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það, þetta var ekki vilji löggjafans þegar að þetta lagaákvæði var sett inn þar sem að var hugmyndafræði íbúakosningu. En þetta að sama skapi eins og ég fór ítarlega yfir í minni fyrstu ræðu. Þetta ekki eitthvað sem að maður léttvæg ákvörðun. Við vitum það og bæjarfulltrúi Vina Mosbæjar, aðalbæjarfulltrúi Vina Mosbæjar veit það líka vel. Hversu mikið við erum búin að vera að tala saman og hugsa málið og velta fyrir okkur hvað rétt og rangt og hvaða sem við þyrftum að skoða. Þetta ekki eitthvað sem að var bara ákveðið leið og beiðnin barst hérna. Alls ekki. Þannig að ég bara frábið mér það að gera lítið úr okkar ákvörðun með því að við treystum ekki íbúum. Við treystum íbúum mjög vel. Við treystum þeim þegar við buðum okkur fram til þess að gegna þessum embættum og meiri hluti íbúa treysti okkur og valdi okkur til þess að taka þessar ákvarðanir fyrir sig. Þannig gengur fulltrúalýðræðið fyrir sig. Og þannig viljum við hafa það. Það bara íslenskt stjórnskipulag. Við erum ekki með forsetaræði eins og við sjáum í sumum öðrum löndum. Við erum með fulltrúalýðræði og þannig vil ég hafa það áfram. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Hjörtur. Og ef fleiri bæjarfulltrúar óska svo eftir að koma í kjölfarið, gott að gefa merki. Takk. Forseti, bæjarfulltrúar, kem upp undir sama máli og þetta mjög skýrt fram að ég ekki löglærður, sem bara ágætt í þessu tilfelli. Það sem ég nú kannski í seinni skipunum að koma hérna upp að þá ætla ég ekki að fara yfir efnisleg rök og halda mér innan málefnisins. Ég veit bara að við hérna allir sem hérna setjum hefum lagt mikla tíma og mikla vinnu í að kynna okkur þetta mál til þess að geta tekið afstöðu til þessa erindi sem við fjöllum hérna 28. Það mikið rætt það hefur verið rætt að stutt í kosningar og annað, en við sem hérna setjum, við buðum okkur fram til að hugsa hagsmunum sveitarfélagsins og stundum vera þannig við þurfum að taka ákvarðanir sem eru erfiðar og ekki 100% sáttum. Og ég hef áður lýst það, mér hugnast illa og þú segir þetta mín persónulega skoðun að skipulagsmál fari í íbúakosningu, ekki vegna þess að ég vantreysti fólkinu, heldur bara það svo margt annað sem hangur á spýtunum sem margur búið að koma fram hérna. Það eru svæðisskipulag, það eru almennir samgöngusáttmáli og það. Ég kem þetta upp og ég þarf að fylgja minni sannfæringu sem ég alltaf gert ég fæ tækifæri að koma inn á sal og ég ger það hérna í dag. Við þurfum að þora að taka erfiðar ákvarðanir og það akkúrat þessi ástæða sem ég kemur upp og vil gera grein fyrir mínu atkvæði. Ég tel að þetta svona flókið mál sé ekki hægt að svara í já eða nei spurningu eða einfaldri svona spurningu. Og ég held það líka að slík atkvæðagreiðsla myndi ekki kannski fanga heildarhagsmuni bæjarins til framtíðar. Þess vegna segi ég nei við þetta mál fari í íbúakosningu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Helga. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér undir sama máli. Á 17. fundi skipulagsumhverfisnefndar í síðustu viku var samþykkt breyting á aðalskipulagi Mosfellsbæjar vegna Blikastaðalands. Að ræða heildstæða og metnaðarfulla tillögu að framtíðaruppbyggingu Blikastaðalands sem byggir á skýrri sýn sjálfbæra þróun, vandaða byggð og aukin lífsgæði. Að ræða aðalskipulagsbreytingu sem þverpólitísk samstaða og hefur verið og skipulagstillögur sem voru öllum aðgengilegar í samráðsgátt skipulagsmála, gátt sem veitir almenningi tækifæri á að kynna sér í þessu tilfelli breytingu á aðalskipulagi Mosfellsbæjar vegna Blikastaðalands og koma á framfæri umsögnum eða athugasemdum milliliðalaust.
Innsendar ábendingar í samráðsgátt skipulagsmála í umræddu máli voru þess eðlis að þær þóttu ekki gefa tilefni til breytinga á aðalskipulagstilmæli eða þeim forsendum sem hún byggir á. Einungis einn einstaklingur sendi inn ábendingar í þessu máli. Með virkri upplýsingagjöf, fundum, kynningum og svörum innsenda tel ég að í umræddu máli hafi íbúum verið gefið góður kostur á að ákveða umrætt mál síðustu ári. Með vísan í ofangreint það mat mitt að Mosfellsbær eigi að standa við þá breytingu sem samþykkt hefur verið á aðalskipulagi Mosfellsbæjar vegna Blikastaðalands eftir vandað skipulagsferli. Og það einnig mitt mat að spurning sú sem lögð fram í erindinu sé ekki tækt í íbúakosninga. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Fulltrúar. Ég ætla einnig að gera grein fyrir atkvæði mínu, en ég mun greiða atkvæði gegn þessu erindi íbúakosningu og ég tek undir með þeim sem hafa komið hérna upp og verið á sama máli. Það er mitt mat að ekki er hægt að fara í undirskriftasöfnum og íbúakosningu með þá spurningum sem hér ræðir. Málið er gríðarstórt og það hefur verið farið vel yfir alla fleti varðandi íbúakosninguna sjálfa og það sér í lagi með tilliti til sveitarstjórnarlaga. Og eftir vandlega umhugsun þá niðurstaðan mín að hafna beiðninni, en ég ber mikla virðingu fyrir íbúalýðræðinu. Og líkt og komið hefur fram, þá hefur samráðsferlið í skipulagsferli Blikastaðalands verið langt umfram það sem nauðsynlegt þykir og lög kveða á öllum stigum málsins. Og við erum hér kjörin til að passa upp á hagsmuni Mosfellsbæjar og telja niðurstöðu að hafna sé til þess fallin að standa vörð þá. Takk fyrir bæjarfulltrúi Hallakaren, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir sama máli og ég ber líka mikla virðingu fyrir íbúalýðræði. Og mér finnst í þessu máli, þessu risastóra máli eða verkefni, við hafa einmitt sýnt það á þessu kjörtímabili, þetta mikla samráð við íbúa, halda kynningar og allt þetta lýðræðislega ferli sem maður er búinn að setja sig inn í sem skipulagsmál eru, þá vil ég meina að við höfum verið með opinn huga að kynna þetta og taka á móti athugasemdum og vil ég meina með því höfum við haft mikið íbúalýðræði að leiðarljósi. Þetta er ekki léttvæg ákvörðun að taka ákvörðun og segja nei við þessari ósk, en ég mun segja nei og stend við það og ég er sammála fólki sem er búið að koma hérna undan mér frá Framsókn, frá Viðreisn, frá Samfylkingu og frá Sjálfstæðisflokknum að það hefur verið mikil samstaða, þverpólitísk, allt þetta kjörtímabil og mér finnst bara mikilvægt eins og kom hér fram áðan að við erum kosin til að taka ákvarðanir, setja okkur vel inn í hin ýmsu mál og ég verð að segja allavega fyrir mig, ég get sagt það persónulega, þá hef ég eytt ómældum tíma í að skilja þetta, í að vita hvað er deiliskipulag og aðalskipulag og rammaskipulag og allt þetta og ég vil bara meina, ég treysti íbúunum en ég veit ekki alveg hvort að fólk getur sett sig svona gríðarlega inn í sum mál sem við höfum gert á þessu kjörtímabili og ég vil meina ef að það er þverpólitísk samstaða hjá minnihluta og meirihluta, hjá bæjarráði, hjá bæjarstjórn, að vísu, ekki hjá vinum Mosfellsbæjar, greinilega, að þá hlýtur að vega þungt. Allt þetta risastóru mál og þessi fundir sem við höfum setið, að þar sem við höfum sett okkur svo vel inn í þessi mál. Mér langar líka að minna á, þetta snýst ekki, því mér finnst einhvern veginn umræðan sem ég heyri svona út í bæ, er bara að fólk vill að sé byggt eins og hefur alltaf verið byggt hérna. Og það er ekki þar með sagt að við ætlum alveg líka að byggja lágreist hús og það verður líka lágreist hús á Blikastaðalandi. En þetta snýst líka samgöngur
og við gerðum samgöngusáttmála. Og þetta snýst líka svæðisskipulag. Þannig að sem var samþykkt 2015 og breytt eitthvað síðar. Við þurfum að standa við samningun okkar og við þurfum að sýna þor og hafa, eins og alltaf verið að minna mann á, alla daga hérna hjá stjórnsýslunni, að hafa hag bæjarbúa og bæjarins, hagsmuni bæjarins að leiðarljósi. Og því segi ég, eftir mikla vangaveltur og mikið svona umhugsun þetta og lesa mig mikið til, því segi ég nei. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls í þessum lið. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa, ég kem upp undir sama máli, beiðni íbúakosningu vegna breytingar á aðalskipulagi að Blikastaðalandi. Mig langar að bæta aðeins kannski við þar sem að ég búinn að tala einu sinni áður þetta mál og vil mótmæla því að allavega persónulega að ég hafi verið að tala þetta mál og ekki þá í tengslum við íbúakosninguna. Að sjálfsögðu þarf að tengja beiðnina íbúakosninguna málefni sjálft og hvað hún snýst. Við getum ekki rætt þetta mál hér án þess að ræða hvað þetta snúist, hvað snýst breytingin og þá að sjálfsögðu hvernig búið að vinna hana og það einmitt mjög gott að fara mjög djúpt í það að segja frá því hvernig þetta hefur verið unnið og hvað býr að baki því að við erum að taka þessa ákvörðun sem við erum að taka hér í dag sem ekkert svart og hvít, hún ekkert auðveld, en við, eins og hefur komið fram hér í máli bæjarfulltrúa, erum að gera það á grundvelli þess að við teljum að hagsmunir Mosfellsbæjar séu með þeim hætti að okkur beri að hafna þessari íbúakosningu. Og það akkúrat þessi umræða sem að ég kom reyndar inn á í minni fyrri ræðu, þar sem að við getum að sjálfsögðu verið mjög ósammála og það mjög eðlilegt að fólk sé mjög ósammála þetta skipulag, hvort að það sé fallegt eða hvort það sé ljótt, hvort það sé á þétt og svo framvegis. En svo kemur hér fulltrúi Vina Mosfellsbæjar í ræðupúlt og það eina sem honum dettur í hug að segja að við séum að fjalla eitthvað allt annað heldur en þetta, heldur svo hér stormandi framboðsræðu til að segja okkur hvað þurfum við marga til að ná þremur inn í bæjarstjórn og svo framvegis og þannig að sko ég veit ekki af hverju bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar ekki hér í dag. Það ekki komin nein skýring á því. En eins og kom fram að þá varabæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar í skipulagsnefnd. Það ekki komið nein athugasemd frá honum í aðdraganda þessa máls síðastliðin 2 ár. Þannig að ef ég hef einhvern tímann orðið vitni að einhverjum populisma í pólitík, það getur verið mjög þægilegt og freistandi fyrir einhverja fulltrúa hér að hoppa nú af vagninum korteri fyrir kosningar af því þeir halda að það getur verið eitthvað til vinsælda, en sem betur fer að þá eru 10 af 11 bæjarfulltrúum Mosfellsbæjar ekki á þeim buxunum. Það allt og mikið af populisma í pólitík en sem betur fer ekki þessu máli í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Takk. Hann búinn með þetta. Já. Ég kallaði að vísa beilis á mig. Það var engin spurning falin í máli bæjarfulltrúans. Fleiri, það beðið fundarhlé, tökum fundarhlé.
Og þá höldum við áfram hér þessum 892. fundi bæjarstjórnar og hér er til umræðu mál 2.8 á dagskránni og eru fleiri bæjarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls það dagskrármál. Svo virðist ekki vera, en er einhver sem óskar eftir að taka til máls aðra liði fundagerðar 1703. fundar bæjarráðs, aðra en þá sem þegar hafa verið ræddir. Svo er ekki og óskað hefur verið eftir að greidd séu atkvæði sérstaklega mál 2.8. Þannig að við byrjum þó á að greiða atkvæði fundagerðina að öðru leyti en mál 2.1 og 2.8, sem mál 2 til 2.7, og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þá liði fundagerðarinnar að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Og þá tökum við til afgreiðslu dagskrármál 2.8, erindi undirskriftasöfnun og íbúakosningu vegna aðalskipulagsbreytingar Blikastaðalands. Og ég bið þá fyrst bæjarfulltrúa sem eru samþykkir því að verða við erindinu að rétta upp hönd. Það er 1 atkvæði, bæjarfulltrúa Vínar Mosfellsbæjar, og þá bæjarfulltrúar sem á móti kunna vera. Það eru 10 atkvæði bæjarfulltrúa Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar. Þannig að erindinu er hafnað með 10 atkvæðum gegn 1. En þá tökum við aftur smá fundarhlé til að ganga frá bókunum áður en þær verða lesnar.
Og þá höldum við áfram þessum 890. og öðrum fundi bæjarstjórnar. Höfum lokið hér afgreiðslu annars dagskrármáls og þeirra mála sem þar voru, og nú eru komnar hér bókanir sem forseti mun lesa varðandi afgreiðslu á dagskrármáli 2.8. Forseti les þá hér fyrst bókun bæjarfulltrúa Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur tekið til umfjöllunar beiðni undirskriftasöfnun vegna íbúakosningar fyrirhugaða breytingu á aðalskipulagi fyrir Blikastaðaland. Í beiðninni lagt til að spurt verði: ert þú sammála því að þéttleiki byggðar á Blikastaðalandi verði aukinn úr 20,3 íbúðum á hektara upp í 48,5 íbúðir á hektara? Já eða nei? Vinna við breytingu aðalskipulags Mosfellsbæjar hefur farið fram í samræmi við skipulagslög og tilheyrandi reglugerðir. Að ræða eitt umfangsmesta og lýðræðislegasta ferli sem fer fram á vettvangi sveitarstjórna, þar sem almenningi, hagsmunaaðilum og stofnunum eru veitt ítrekuð tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri á öllum stigum málsins. Kynning og samráð vegna endurskoðunar aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011 til 2030 hefur í þessu tilviki farið langt umfram lágmarkskröfur laga og voru haldnir fjölmargir fundir og opnar kynningar fyrir íbúa. Við lögbundna auglýsingu bárust umsagnir frá viðeigandi lögbundnum umsagnaraðilum, svo sem Veitum, Minjastofnun og Náttúrufræðistofnun, en einungis ein umsögn efni og forsendur aðalskipulags barst frá einstaklingi. Þverpólitísk samstaða hefur ríkt þá stefnu og þær ákvarðanir sem liggja að baki fyrirliggjandi skipulagi. Sú niðurstaða byggir á faglegum mati, víðtæku samráði og heildarsýn sjálfbæra þróun bæjarins til framtíðar. Sú stefna að þróa þétta byggð á Blikastöðum á sér skýrar rætur í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins frá 2015 og síðari breytingum þess, auk samkomulags samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins 2019 og uppfærslu hans 2024. Sveitarstjórnarstigið byggir á fulltrúalýðræði, þar sem kjörnum fulltrúum falið að taka ákvarðanir í þágu sveitarfélags og heildarhagsmuna íbúa á grundvelli upplýsinga, faglegs mats og víðtæks samráðs. Bæjarstjórn telur mikilvægt að standa vörð það stjórnskipulega hlutverk og þá ábyrgð sem kjörnum fulltrúum falin samkvæmt lögum. Bæjarfulltrúar Framsóknar, Sjálfstæðisflokksins, Samfylkingar og Viðreisnar bera virðingu fyrir lýðræðinu og sér í lagi íbúalýðræði, en telja sér skylt að verja íbúa Mosfellsbæjar fyrir villandi málflutningi efnistök breytingar aðalskipulagsins sem ræðir. Þá telja ofangreindir bæjarfulltrúar að spurningin sem lögð fram í erindinu sé ekki tæk til íbúakosningar, þar sem hún einfaldar flókið skipulagsmál niður í villandi já eða nei val sem endurspeglar hvorki forsendur né raunveruleg áhrif ákvörðunarinnar. Með vísan til 3. málsgreinar 108. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 það mat aukins meirihluta bæjarstjórnar að umrædd beiðni falli undir það ákvæði að hún gangi gegn lögum eða myndi leiða til þess að sveitarfélagið gæti ekki fullnægt lagaskyldum sínum. Bæjarstjórn mun standa við þá stefnu sem mótuð hefur verið á grundvelli vandaðs ferlis og heildarhagsmuna Mosfellsbæjar og hafnar beiðni að hlutast til undirskriftasöfnun vegna íbúakosningar breytingu á aðalskipulagi. Þannig hljóðar sú bókun og þá hér bókun frá bæjarfulltrúa Vina Mosfellsbæjar. Fulltrúi Vina Mosfellsbæjar lýsir yfir vonbrigðum og undrun yfir þeirri ákvörðun sem meirihluti þessarar bæjarstjórnar tók rétt í þessu að hafna beiðni fyrirhugaða undirskriftasöfnun í Mosfellsbæ, þar sem óskað eftir íbúakosningu innan sviga almennri atkvæðagreiðslu fyrirhugaða breytingu á aðalskipulagi á Blikastaðalandi. Undrun aðalega fólkin í því að reglugerð nr. 155 frá 2013 undirskriftasafnanir vegna almennra atkvæðagreiðslna samkvæmt sveitarstjórnarlögum afmarkar með mjög skýrum hætti á hvaða forsendum sveitarstjórn skuli og megi hafna beiðni slíka undirskriftasöfnun. Undirritaður fulltrúi getur ekki séð hvernig efnið þessarar beiðni falli undir þessi atriði. Vonbrigðin felast hins vegar í því að hér virðast skoðanir núverandi bæjarfulltrúa viðfangsefni fyrirhugaðra íbúakosninga stýra ferðinni. Íbúar Mosfellsbæjar munu þó brátt fá tækifæri til þess að kjósa
láta sína skoðun í ljós og endurnýja umboð bæjarfulltrúa. Það tilefni til bjartsýni. Þannig hljómar bókun bæjarfulltrúa Vina Mosfellsbæjar. Og þá höfum við lokið umræðum og afgreiðslu alls sem heyrir undir annað dagskrármál þessa fundar. Og komið að þriðja dagskrármáli sem fundargerð 9. fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar. Sá fundur fór fram 10. mars síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp undir ef ég fæ mér leyfi forseta að taka 3.1 og 3.2 saman stutt. Ég sem sagt kemur upp út af 2 málum sem við tókum fyrir á fundi menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar. Ég sit í þessum nefnd og var formaður á þessum fundi og stýrði þessum fundi. Við tókum fyrir 2 mál sem varðar úthlutanir eða sem sagt fór með umsóknir, annars vegar styrki til efnilegra ungmenna og svo hins vegar umsóknir styrki vegna listviðburða og menningarmála. Þetta var mjög stórt og mikið verkefni fyrir okkur nefndina að fara yfir allar þessar gríðarlega mörgu og flottu umsóknir í báðum þessum málum og vil ég bara fyrst og fremst þakka þeim fyrir sem sóttu og þarna vorum við til dæmis að taka fyrir einmitt ungmennin okkar sem eru þá að leggja stund á íþróttir, tómstundir eða listir og svona hjálpa þeim í þeirra vegferð og tel ég þetta bara besta mál og eitthvað sem ég sjálfur persónulega hefði verið mikið til í að geta sótt þegar ég var ungur eitt sinn en bara virkilega gaman og flotta flottir umsækjendur þarna sem við þurftum því miður að enda á að velja úr, gátum ekki úthluta til allra og mun óska þeir til hamingju þegar það verður tilkynnt hverjir hljóta þá styrkina og sama má segja umsóknum til listviðburða og menningarmál. Óska þeim bara til hamingju sem að fengu úthlutun þar. Þetta var líka krefjandi verkefni og þetta var mikil yfirlega hjá okkur í nefndinni að komast að þessar niðurstöðu. Þannig það er greinilega mikil gróska í menningarmálum hér í bæ. Það leynir sér ekki. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Og þó forseti að vilja bæjarfulltrúa að reifa hér sem nefndarmanni þessi 2 skyldumál fá vill forseti halda umræðum samt aðskildum þannig að bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég vil þess að hækka aðeins bólið. Ég kem undir, ég ætlaði svona eiginlega kannski að koma bara undir sömu 2 málunum ef að ég mætti, forseti. Það sem að formaður nefndarinnar fyrir áðan fór svona vel yfir þetta. En á þessu fundi voru veittir styrkir og við einmitt ræddum þetta fram og tilbaka og það ef við tökum fyrra málið til dæmis að 3.1 þá hefur það held ég ofta eiginlega komið fram að við værum auðvitað til í að styrkja öll þessi ungmenni enda mjög fjölhæft og hæfileikaríkt fólk að ræða hérna í Mosfellsbæ sem vill geta stundað sínar íþróttir eða sín menningarmál og fá styrk til þess. Það gátum við ekki og voru auðvitað
var erfitt að velja en vonandi völdum við rétt og ég segi sama og bæjarfulltrúi Sævar að bara óskum þeim til hamingju með styrkin, þeir sem að ég veit ekki hvort þessi búið að tilkynna viðkomandi þessa styrki. En ef að með leyfi forseta ég mætti vinda mér í hitt málið. Svel. Takk. Að þá vorum við þar með líka styrki sem að við vorum að veita og fjalla og togast á og nota einhverjar útilokunar aðferðir því að þetta var auðvitað allt saman líka mjög fjölhæft og góð málefni. Það kom líka fram á fundinum að við höfðum samkvæmt fjárhagsáætlun ákveðna upphæð til þess að styrkja. Við nýttum hana ekki alveg. Við áttum smá afgang sem ég tel að sé bara ég ekki vera með rétt málega sem ég tel að sé bara allt í lagi. Við þurfum ekki að mínu mati að styrkja eða nýta allar fjárhæðir sem við eigum. Við eigum fjárheimildir fyrir því. En á okkar mati þá styrktum við eins mikið og við mögulega gátum í þessu. Og ég ætla einmitt að nýta tækifærið og óska þeim sem að fengu styrk því þetta voru mörg flott verkefni og leitt að geta ekki styrkt alla. En ég sé að hér það er vantarlega út á netinu þeir sem hafa fengið en vantarlega fá þeir tilkynningar þeir sem hafa fengið styrki. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Forseti verður augljóslega að fara að herða tökin á umræðum lík mál í fundargerðum nefnda eða óska eftir því við formenn nefnda að setja ekki of lík mál á dagskrá hvers nefndafundar til að það er ekki hlutverk forseta að spara bæjarfulltrúi sporin. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að koma upp undir máli númer 3 sem er samningur vinabæjarsamstarf Mosfellsbæjar. Hér var verið að ræða stöðu vinabæjarsamstarfsins og sem að Mosfellsbæjar hefur tekið þátt í mörg ár og ef ég mætti vísa í bókun eða tala um bókunina sem hér kemur fram þá ritara byttur við menningar, íþrótta og lýðheilsunefnd samþykkir með 5 atkvæðum að fela ritara vinabæjarsamstarfsins fyrir hönd Mosfellsbæjar að taka þátt í áframhaldandi samtali við aðra vinabæi nýja og einfaldari útfærslu á vinabæjarsamstarfi. Sérstaklega verður horft til þess að samstarfi byggist í auknum mæli á verkefnum sem snúa að ungmennaskiptum og að sameiginlegir fundir eða ráðstefnur fari fram sjaldnar en áður, eftir því sem samkomulag næst á milli vinabæja. Þarna var ég sammála því að samkvæmt málinu sem hér kom fram að þá verið að svona í að því að hvað erum við að gera á þessum með þessu vinabæjarsamstarfi. Ég fékk þann heiður aðnjótandi að fara einu sinni í svona heimsókn og svona eftir þá heimsókn þá ég alveg sammála því og ég held að þetta hafi verið Finnar frekar en Svíar sem að koma með þetta upphaflega eða núna í þessu að við þyrftum að endurskoða þetta. Að ég held að við ættum og það verður gaman að sjá það þegar að þetta kemur tilbaka að hvernig Mosfellsbær geti nýtt sér þetta vinabæjarsamstarf. Því að við erum auðvitað að senda þarna fólk og svona já, ég held að við ættum að geta nýtt okkur þetta einhvern veginn betur heldur en við höfum að gera hingað til og
og gera þá eitthvað meira úr því eða fyrir þá þau ungmenni sem fóru þarna út, því að þau höfðu sannarlega hag og gaman að kynnast öðrum krökkum og við auðvitað, þeir sem eldri fóru og voru þarna á vegum bæjarins, að kynnast fólki á sama reiki í sveitarstjórnarmálum og starfsmönnum annarra sveitarfélaga. En ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum að endurskoða í þessu og ég er sammála þessari bókun og hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessu. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera og við tökum þá þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 9. fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og þá er það 4. dagskrármál sem er fundargerð 30. og 9. fundar velferðarnefndar. Sá fundur fór fram 17. mars og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla kann gjöra svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp fyrir máli 4.4. Förum alla leið, samþætt þjónusta í heimahúsum, tilraunaverkefnið Gott að eldast. Það er óhætt að segja að það hefur verið mikil gæfa að við vorum 1 af 6 sveitarfélögum sem voru samþykkt í þetta góða tilraunaverkefni Gott að eldast, sem ber nafnið, eins og ég sagði þarna í inngangnum, förum alla leið, samþætt þjónusta í heimahúsum. Fyrir nánast 1 ári síðan, eða 1. apríl 2025, undirrituðum við samning samþætta heimaþjónustu við íbúa Mosfellsbæjar. Við fengum aukningu, við fengum líka aukningu á dagdvalarrýmum og stofnuðum endurhæfingarteymi fyrir fólk í heimahúsum. En aðeins varðandi heimaþjónustuna, þá var þetta þannig hjá okkur áður en við komumst inn í þetta tilraunaverkefni, að það voru 4 aðilar sem sáu þessa þjónustu saman. Það var sem sagt Eir, það var Mosfellsbær, Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu og félagsþjónustan í Reykjavík. Og var það þá á mismunandi hver sá hvaða þjónustu, hvort það var virkur dagur, hvort það var helgi eða kvöld, hver mætti til þess að aðstoða. Í framhaldinu að þessu verkefni, þegar við fengum þetta frábæra verkefni, að þá stofnuðum við móttöku og matsteymi sem kallað er MOMA. En markmið þeirra teymis er að tryggja samræmt mat á þjónustuþörf og samhæfingu þjónustu milli aðila til að styðja við einstaklinga þannig að þeir geti búið sem lengst heima og þá með góðum stuðning. Því að hver vill ekki búa lengi heima hjá sér, ég held að það séu ansi margir. MOMA-teymið fundar ávallt 2 sinnum í viku og í þessu teymi er félagsráðgjafi frá okkur og tengiráðgjafi frá velferðarsviði Mosfellsbæjar ásamt iðjuþjálfa og hjúkrunarfræðingi frá Eir. Á þessum fundum er farið yfir allar þær umsóknir sem berast stuðningsþjónustu og heimahjúkrun og er þar lagt mat á hverslags þjónustu þarf að veita hverjum og einum. En MOMA-teymið ásamt því að funda svona 2 í viku með þessum fólki frá Eir, að þá fundar líka teymið 1 sinni í viku, einu sinni í mánuði með heilsugæslunni. Og það er bara eins og við vitum, það er rosalega mikilvægt að vera svona í góðu samráði og styrkja tengslin og tala saman. Það skiptir máli. Það er líka búið að koma á fót heima endurhæfingarteymi sem sinni markvissri endurhæfingu í heimahúsum og það er stórt framfarsskref. Það er ekki annað hægt en að tala líka það að í byrjun þessa kjörtímabils þá voru einungis 9 dagdvalarrými hér í Mosfellsbæ. Og með markvissri uppbyggingu eru núna komin 25 rými. En frá og með 1. apríl 2026
þá erum við komið með 35. Spáiði í það, frá 9 til 35. Þetta virkilega ánægjulegt og það vita það bara allir sem þekkja það að einhver veikist eða þarf meiri stuðning og umönnun, hvað þetta skiptir margar fjölskyldur hér í Mosfellsbæ máli og bara allt samfélagið eða bæjarfélagið okkar. Hvernig þau skiptast, það er bara gaman að segja frá því að þetta var bara almennrými en nú erum við með 15 almennrými og 20 1. apríl 2026, sem er alveg á næstunni, þá erum við með 20 sértæk. Það er líka gaman að segja frá því að það er ekki bara við sem erum að hrósa þessu, heldur Landspítalinn, LSH, hann hefur bæði tekið eftir og bara fundið fyrir því hvað þessi samþætting er að virka hjá okkur og þjónustan er því betri. Og því hefur Landspítalinn getað útskrifað fólk fyrr af spítalanum sem hefur þurft að leggjast þar inn út af því að þeir vita að þjónustan er nógu góð til að senda þau heim. Ég veit ekki hvort þið hafi lesið greinar, það hafa líka komið greinar. Ég minnist allavega með 2 hjúkrunarfræðinga sem hafa rætt það, hvað þetta væri frábært starf hjá Mosfellsbæ og ég ætla bara að hrósa velferðarsviðinu og stjórnsýslunni og bæjarstjórunum okkar fyrir þessa frábæru vinnu. Framundan er bara áframhaldandi þróun á þjónustunni með áherslu á aukna heimaendurhæfingu og ýmissa svona tæknilausna sem stuðla aukinni virkni og draga úr félagslegri einangrun. En eins og við erum alltaf að tala þegar við komum mörg saman að einhverju góðu þá gerist kraftaverk. Þetta er líka í góðu samstarfi við heilsugæsluna. Þetta er líka í góðu samstarfi við félagsstarf aldraðra, FAMOS og önnur félagssamtök. En svona í lokin þá langar mér bara þótt ég sé búin að segja hrós til velferðarsviðs og Regínu og stjórnsýslunnar að þá vil ég bara þakka sérstaklega starfsfólki velferðarsviðs fyrir mjög góða vinnu og sérstakar þakkir fær tengiráðgjafinn okkar. Hún Guðleif Birna Leifsdóttir sem hefur bara sinnt starfinu síðan hún kom hérna til okkar með mikilli alúð. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Helga Kjölsvöld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem með máli 4.2 sem er mjög áhugavert, styrkir til velferðarmanna. Það er vinsæleg ábending. Það hefur verið gaman í bókun að sjá hverjir hefur fengið styrki og hvað mikið. Það kemur í bókunni. Já, það hefur verið áhugavert, bara vinsæleg ábending. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek þetta greina og hafði tekið eftir þessu að það er svona Excel-skjal þar sem kemur fram hverjir fengu styrki en það væri svona áferðarfallera og við komum þessu til skila. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Kjölsvöld. Forseti bæjarfulltrúar, það er styrkir enn og aftur á dagskrá. Mikið veitt af styrkjum þennan mánuðinn. Hérna erum við að fjalla þessa styrki og það er rétt að það er hérna inn í Excel-skjalinu þar sem þá styrki sem veittir voru. En það sem kannski líka mætti í þessu sem kannski vantar inn í málið núna fyrir okkur bæjarfulltrúa, það er í raun og veru umsóknirnar sjálfar. Við sjáum þær ekki hérna heldur. Við vorum hérna að úthluta og það sem ég set nú í þessa nefnd, úthluta styrkjum. Þess bara geta að styrkjum hafa hækkað umtalsvert og eru núna 2 milljónir. Og það sem við ræddum á þessum fundi líka og mér langar að það komi aðeins fram að
veitingar sem við erum að óska eftir og óska eftir að verði sóttar til okkar í umsóknum að það kom fram á fundinum að við ættum að reyna að útbúa okkur umsóknarferli á netinu. Í þessu tilfelli voru einhverju aðilar sem að skiluðu ekki réttum gögnum eða voru ekki með fullnægjandi gögn. Og ef að við komum þessu upp á interneti hjá okkur að þú komist ekki áfram nema að skila ákveðnum gögnum, að þá yrði þetta miklu auðveldara bæði fyrir okkur og fyrir þá sem að sækjum. Að við þurfum ekki að senda eftir einhver viðbótargögnum eða fá frekar upplýsingar. Þannig að eins gott og þetta málefni og við erum að styrkja hérna mörg góð málefni og við tölum líka það að það eru aðilar sem hafa sótt fyrir einhverjum árum. Þau hafa ekki sótt aftur, hefðu einhvern tíma fengið styrk, en einhver hluta vegna ekki að sækja aftur. Kannski vantar þeim engan pening, ég hef enga hugmynd það, en svo þetta kannski líka bara mannlegt og þetta eru bara breytingar á fólki hjá ákveðnum samtökum eða félögum. Þannig að þetta líka spurning kannski hvernig við þá auglýsum eftir þessum styrkjum. Þannig að ég held að miðað við það að við erum búin að bæta nokkuð vel í þarna og við úthlutuðum þarna ákveðnum aðilum sem að við töldum að ættu það sannarlega skilið og ég segi nú bara eins og í máli mínu áðan að auðvitað hefði verið frábært að geta veitt öllum styrk sem sóttum en það bara ekkert alltaf hægt. En ég held að og starfsmenn sviðsins fóru með þau skilaboð að þarna eitthvað sem við getum lært af og við getum reynt að bæta okkar þjónustu við þessa aðila í þessum umsóknum. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli, kannski bara fá að bæta við hjá bæjarfulltrúa Rúnars Braga að varðandi þegar hann var að tala að auglýsa þetta og annað, þá var líka mikil umræða hjá okkur í velferðarnefndinni hvort að við gætum ekki auglýsa þetta líka svolítið innan bæjar með fólk sem vildi sýna svona einhverju sniðugu velferðarmáli áhuga og gera eitthvað, því að yfirleitt þetta svona stór samtök hér og þar í samfélaginu, en það gæti líka verið áhugavert ef einhver með svona sniðugar hugmyndir hér í samfélaginu okkar. En annars bara gott þetta og ég tek sannarlega undir það að við vorum einmitt og sviðsstjórinn okkar ætlar að skoða þetta, hvort það sé ekki hægt að gera þetta svona stafrænt, að maður kemst ekkert áfram, því að það þurfti að kalla eftir gögnum hjá þó nokkuð aðilum og sumir skiluðu ekki inn og þá fær maður náttúrulega ekki styrkinn, en allir sem skiluðu inn fengu styrk. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo ekki, en aðra liði þessara fundargerðar, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að segja neitt neinar fundargerðir í dag en einhvern veginn ég bara að segja alveg alls konar en mér langar að koma upp undir 4.3 endurskoðun á reglum úthlutun leiguíbúða. Á fundinum þetta lagt fram, bæði þarna kemur minnisblað frá starfsmanni velferðarnefndar og síðan lagðar fram reglur fyrir nefndina. Eins og þið sjáu í bókuninni þá leggur velferðarnefndin til að fyrirliggjandi reglur verði yfirlesnar, rýndar og lagðar fyrir á næsta fundi. Án þess að vera að fara kannski ítarlega í, en það sem kannski ég gerði athugasemd við á fundinum þarna eru lagðar fyrir okkur reglur, nýjar reglur, án þess að við höfðum gömlu reglurnar til hliðsjónar. Við höfum oft verið að fara í gegnum reglur þar sem við erum með svokallað track changes, en í þessu tilfelli var þetta í raun og veru heildarendurskoðun á reglunum, en ég segi það samt fyrir okkur sem eru kjörnir hérna og eigum að taka ákvarðanir nýjar reglur og það auðvitað gott að hafa þær af því að í málsnúmerinu var ekki heldur að finna gömlu reglurnar. Þannig að til þess að maður undirbúi sig til þess að finna reglurnar
og oft í þessari nefnd nú oft til að það sé löglært fólk á meðal nefndarmanna og það var sannarlega þarna í þessu tilfelli sem að veitti því athygli að sumt í reglunum var ekki alveg 100%. Þannig að ég held að það hefur bara verið ágætis ábending að vísa þessu aðeins til baka og koma með þetta aftur. Hvort sem það eru þá þessar reglur eða aðrar sem að fyrir okkur eru lagðar, þá held ég að það væri nú ágætt fyrir okkur að temja ykkur þannig vinnubrögð að við séum þá með eitthvað til ísjónar. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óskar til að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en opið fyrir umræðu aðra liði þessarar fundargerðar. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð. Tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 39. fundar velferðarnefndarinnar rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum, takk fyrir það. Þá erum við komin að 5. dagskrármáli sem fundargerð 450. og 1. fundar fræðslunefndar. Sá fundur fór fram 18. mars og þar voru 6 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar kemur upp undir máli 5.1, húsnæðismál og framkvæmdir í skólum 2026. Þetta svo sem svona tiltölulega reglubundin liður í þessari nefnd, þar sem verið að fara aðeins yfir framkvæmdir ársins og núna fáum við inn að vori fulltrúa frá Eignasjóði sem aðeins að segja okkur frá framkvæmdunum sem eru fyrirhugaðar í sumar. Og mér langaði bara til þess að nefna það hér að það hafa verið gerðar gríðarlegar fjárfestingar á þessu kjörtímabili í húsnæði leik- og grunnskóla fyrir hátt í 5 milljarða. Því miður hafa þessar framkvæmdir allar ekki alltaf komið til að góðu en það gerir þær í rauninni þegar upp staðið ekkert endilega verri. Sú sem hér stendur var til dæmis í glæsilega endurbættum Kvíslaskóla í gær á stóru upplestarkeppninni og það alveg einstaklega gaman að koma í þennan skóla og sjá með eigin augum hvað búið að gera þarna og það svo sem ekkert langt síðan svona síðustu iðnaðarmennirnir fóru þarna út og þannig að þetta vel gert en þetta hefur kostað sveitarfélagið alveg gríðarlega fjármuni. Þetta náttúrulega þeir skólar sem eru þarna á þessari torfu, eru elstu skólarnir okkar og það mátti sannarlega gera þeim til góða. En við höfum verið í fleiri stórum framkvæmdum og má nefna þar íþróttahús við Helgafellsskóla og þetta nýjan leikskóla upp í Helgafellslandi, sumarhús sem hefur verið tekin í notkun. Við höfum líka verið með endurbætur í Reykjakoti og fleiri stöðum. Nokkrir tugir milljóna hafa farið árlega á þessu kjörtímabili í úrbætur á skólalóðum og árið í ár verður engin undantekning. Þetta eru kostnaðarsamar framkvæmdir en mikilvægar þó að þær séu utandyra. Þessu ári áætlað 940 milljónir í framkvæmdir í leik- og grunnskólum. Þar eru framkvæmdir í kjallaranum í Varmárskóla langstærsta framkvæmdin. Varmárskóli auðvitað elsti skólinn í bænum og eðlilegt að það þurfi viðamikið viðhald á því húsi og mér sýnist á þessum gögnum sem voru lögð fram fyrir þennan fund að framkvæmdirnar í kjallaranum verði mikið búbót fyrir skólann. Mér langar líka að nota tækifærið og nefna eitt verkefni sérstaklega en það fyrirhugaður körfuboltavöllur sem verður settur upp við Kvíslaskóla í sumar. Sumarið 2022 voru settur upp 2 körfuboltavellir eftir kosningu í okkar Mosó. Þeir stóðu því miður ekki undir væntingum
hvorki yngri né eldri körfubolta áhuga manna hér í bænum. En að þessu sinni verður ekki tjaldatillit nætur og alvöru völlur innan gæsalappa settur upp við skólann og ég veit að það eru margir nemendur bæði Kvíslaskóla, Varmárskóla og iðkendur í Aftureldingu sem munu gleðjast mikið þegar þessi framkvæmd lítur dagsins ljós. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo ekki, en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Þessi formaður nefndar ekkert að sameina mál eða spara sér sporin. Kem bara hérna aftur og á þessu sinni kem ég upp undir máli 5.2. Það útlundur leikskólaplássa vorið 2026 og þetta nú svona einmitt þetta árlega verk, þetta árlega mikilvæga verk og mér langaði eiginlega bara að vekja athygli bæjarfulltrúa á því að útlutunin langt komin. Það svona henni áfangaskipt og hófst í byrjun mars og það búið að bjóða öllum börnum leikskólapláss sem eru fæddir frá janúar 2021 til og með júlí 2025. Og þetta bara alveg ótrúlega góður árangur og fagleg vinnubrögð og það sem að auðvitað maður ofsalega stoltur af því hvað hefur gengið vel að úthluta og þetta lítur þokkalega vel út hjá okkur. En ég held líka að við getum sagt að úthlutinu sé komið svona langt skipti fjölskyldur þessara barna alveg gríðarlega miklu máli því að fyrirsjáanleikinn með leikskólapláss mjög mikilvægur fyrir heimili. Þannig ég held að við séum bara að standa ansi vel að þessu. Auðvitað viljum við alltaf meira, en við erum að fjöldi leikskólabarna verður svipaður núna milli ára og við getum því erum sirka að halda sjó þar. Ég fór í smá rannsóknarvinnu og rak augun í það að haustið 2027 þá fer út mjög stór árgangur úr leikskólanum þar sem 2021 börnin eru alveg áberandi mörg og það voru fædd 500 fleiri börn árið 2021 en svona á venjulegu ári. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það hefur áhrif á úthlutun að ári. Og það alveg ljóst að framundan uppbygging á leikskólaplássum í Mosfellsbæ eða leikskólum í Mosfellsbæ og það eru líka stórar ákvarðanir sem þarf að taka þar, stórar fjárfestingar sem þarf að ráðast í og þær fjárfestingar og þær ákvarðanir munu væntanlega og fyrst og fremst vera teknar á grundvelli þeirra þarfa sem eru í hverfunum hverju sinni og þarfa sveitarfélagsins fyrir húsnæði undir leikskóla. Og þannig að hvað sem þeir nú heita eða hvar þeir eru staðsettir hverju sinni. Þannig að mér langar bara að vekja athygli á þessu. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo ekki fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð. Við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 451. fundar fræðslunefndar rétt pönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá erum við komin að 7. dagskrármáli sem fundargerð 17. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 20. mars og þar voru 13 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar.
kemur upp undir máli 6.4. Það sem ég er ekki formaður í þessari nefnd, þá ætla ég að fá að spara með sporin og kannski vísa í önnur tengd mál á þessari fundardagskrá en mjög stuttlega. Það er í lagi. Já, gjörðu svo. En ég sem sagt kemur upp undir þessu gríðarlega viðamiklu máli. Blikastaðaland aðalskipulagsbreyting og rammahluti aðalskipulags. Það sem lögðu fram til afgreiðslu uppfærð tillaga að breytingu á aðalskipulagi Mosbæjar og nýja rammahluti fyrir Blikastaðaland að lokinni auglýsingu. Þetta er náttúrulega eins og við vitum og hefur komið þetta margoft fram, gríðarlega stórt mál og bara eitt stærsta skipulagsmál í sögu Mosbæjar og þó víða væri leitað. Umfangið er óumdeilt. En ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa hluta bókun skipulagsnefndar. Skipulags- og umhverfisnefnd fagnar því hér liggi fyrir heildstæð og metnaðarfull tillaga að framtíðaruppbyggingu Blikastaðalands sem byggir á skýrri sýn sjálfbæra þróun, vandaða byggð og aukin lífsgæði. Með tillögunni er skref í langtímaþróun Mosfellsbæjar þar sem horft er til skynsamlegra landnýtingar í samhengi við þróun höfuðborgarsvæðisins. Nefndin telur að fyrirliggjandi rammahluti leggi traustan grunn að uppbyggingu nýs hverfis, samspil náttúru og byggðar. Tillagan endurspeglar metnað sveitarfélagsins til að byggja upp sterkt og sjálfbært samfélag til framtíðar án þess að gleyma þeim einkennum sem gera Mosfellsbæ að Mosó. Nefndin lýsir ánægju með það umfangsmikla samráðsferli sem átti hefur sér stað á öllum stigum málsins, fjölda íbúa, stofnana og sérfræðinga hefur lagt sitt af mörkum með rýni, ábendingum og umræðu sem hefur styrkt tillöguna og dýpkað skilning á viðfangsefninu. Nefndin þakkar öllum þeim sem koma á mótun skipulagsins með einum eða öðrum hætti fyrir þeirra framlag. Og skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir með 5 atkvæðum fyrirliggjandi aðalskipulagsbreytingu eftir auglýsingu. Þarna eru allir sem hafa atkvæðarétt í skipulags- og umhverfisnefnd sem samþykkja þessa aðalskipulagsbreytingu og rammahluta aðalskipulags. Og mér langar til að sérstaklega vekja athygli á loka orðum í bókunni þar sem er komið inn á hið umfangsmikla, margum talaða samráðsferli sem átti sér stað og hefur átt sér stað á öllum stigum málsins og eins og við höfum sagt langt umfram það sem okkur ber lagaleg skylda til að gera. Og við langar til að vísa þá í sem dæmi það sem er verið að óska eftir athugasemdum, samráði og svo framvegis. Við erum fáin athugasemdir og við tökum til greina og bregðumst við sem dæmi í máli 6.1 þar sem við fengum Nordic Arkitekta og fulltrúa hönnunarteymis til að kynna drög að uppfæri tillögu deiliskipulagsins þar sem það hefði tekið breytingum í kjölfar góðs samráðs þar sem til dæmis tillagan var uppfærð með tillit til lausna á bættum vegtengingum, fjölgun bílastæða ofanjarðar og hámarkshæðir lækkaðar næst Blikastaðavegi úr 5 hæðum í 4. Þetta er það sem gerist þegar við eigum gott og faglegt samráð við íbúa og hagaðila og fleiri. Að það verða endurbætur og við bregðumst við þeim. Það er það sem við höfum verið að gera margoft í þessu máli. Og annað dæmi er mál 6.5 varðandi vegtengingu við Korpúlsstaðaveg. Þarna er bara verið að bregðast við áhyggjum sem ýmsir höfðu lýst yfir varðandi vegtengingar út úr Blikastaðahverfinu og að Vesturlandsvegi sérstaklega. Og þarna verður þá þessi vegkafli sem seinna verður svo nýttur samkvæmt plani fyrir borgarlínu, nýttur sem vegtenging út úr hverfinu, þá inn á Korpúlsstaðaveg. Og þetta svona finnst mér lýsa mjög vel þessum vinnubrögðum sem við hafa í þessu haft hefur verið, við höfum viðhaft í þessu ferli öllu saman. Að við erum að hlusta og við erum að bregðast við og breyta skipulagi eftir því. Við erum að reyna að bæta skipulagið og ná sátt þetta skipulag. Það er svona kannski rauði þráður í því sem ég vildi svona vekja athygli á en jafnframt fagna þessum áfanga
fyrir bæinn sem náttúrulega gríðarlega stór. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Mikael, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúa og aðrir. Ég er ekki alveg viss til hvaða máli kemur nákvæmlega upp af því að það verið svona mörg mál skild og þarna en sennilega eina af þessum eru tengd 6.4 sem eru tengd Blikastaða endurskoðun á aðalskipulagi við Blikastaða. Það eru fleiri mál tengd þessu og klukkan að fara vel að ganga 8 og við höfum rætt vitt og breytt þessi tengd mál áður þannig ég ætla ekki að opna einhverju svona umræðu ormagrifju eins og áðan þannig að nema þurfa að sjá því en vonandi ekki. En ég held að sé alveg að við komum fram svona skipta skoðanir allavega þessara bæjarfulltrúa sem hér sitja í dag þessi mál og vissulega er þetta langt og mikið löng og mikið vinna sem liggur á baki öll þessi skyld mál og að mörgu leyti hefur einkennt kannski svona aðalega vist kosti út af við svona seinni hluta þessara kjörtímabils en langt á undan því og sennilega langt eftir þetta og náttúrulega við erum að tala uppbyggingu til áratuga þannig að það eðlilegt að taka tíma og eðlilegt og bara frábært að sé vanda til verka eins og sannarlega verið reynt að gera það enginn að draga það í efa langt í frá og aftur það líka eðlilegt að þeir sem hafa unni í málum og hvað sem máli það hafa lagt sín metnað í að gera það sem best og vilji uppskera. Það eðlileg og mannlegt að sé að ná að sjá barnið sitt vaxa ef við leyfum að orða sem svo og það alls ekkert neitt af því og það sem ég sér eins og ef við gert áður og bara rétt áðan undir öðru máli velti fyrir mér samt hvort ráðlagt sé að leyfa þessu máli að lífa aðeins lengur ekki til að búa einhvert vesen ekki til að búa til einhverju pólitískt deiluefni og bara langt í frá þvert á móti til þess að ná þessari almenna sátt eins almenna sátt og mögulegt þetta stóra máli sem varðar okkur öll og öll sem munu búa í Mosfellsbæ ekki bara þeir sem búa núna heldur þeir sem munu búa í framtíðinni allavega í nánum framtíði og að vilja búa í Mosfellsbæ eða vilja ekki búa í Mosfellsbæ og þannig að það sem að reyna að koma orði það að mál hefur tekið langa tíma og hefur verið farið margoft í samráði eins og margoft eru búin að ræða samt voru rétt í þessu bæjarstjórn að hafna íbúakosningu þessu mál og ég ætla ekki að reifa þá umræðu aftur það orðin ákvörðun en eins og ég bókaði áðan samt undir því máli og leyfi mér að segja aftur að þér skild þessu það gefst tækifæri núna eftir nokkra tugi daga að fá svona endurnýja umboð þessara fulltrúa sem eru sitja í þessari bæjarstjórn til þess að taka það mál lengra og öll þau mál sem munu koma eftir því og tengjast þessu í þessum fundargerð líka deiliskipulag fyrsta áfangas sem líka komið ákveðin stað í ferli en eftir það eru aðrir áfangar sem verða á grundvelli þessara aðalskipulags sem verið breytt. Og almenna samgöngur hafa verið rættar og samninga betra samgöngur og nú verða sveitarstjórnarkosningar ekki bara hér í Mosfellsbæ, heldur líka á öllu landi. Þar með talið í þessu sveitarfélögum sem voru nefnt áðan sem okkar samstarfsaðila og samstarfsaðila sem hafa skuldbindi og við skuldbindi þeim
ákveðnu málum. Það er samt sem áður þannig að möguleiki að þessu samstarfi að þessu forsendu verði breyta og vilja einhver sanna sig heldur en Mosfellsbæjar. Þannig að mér finnst það ráðlagt með hagsmuni íbúa Mosfellsbæjar í huga að vera ekki að segja að stöðva þetta mál, heldur að samt að leyfa því að þessum sveitarstjórnarkosningum að líða í öllum sveitarfélögum sem koma þessu máli við, ekki bara í okkar. Og sjá hvernig landslagi verður eftir það. Landi ekki að fara neitt. Það ómögulega að fara í einhvert annað. Það ekki einhver viðskiptatækifæri sem getur tekið annars staðar. Landi þar og verður þar. Og enginn að fara að taka fyrstu skóflustungu á morgun. Þannig að það það sem ég að velta fyrir mér núna á þessum tíma. En takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin opið fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir lið 6.3 sem heitir bréf og athugasemdir vegna aðalskipulagsbreytingar og rammahluta Blikastaðalands. Þarna undir efnismikið og afar skýrt minnisblað og tilefni þessa minnisblaðs eru 2 tölvupóstar sem báru skipulagsfulltrúar þann 8. mars síðastliðinn. Ég ætla að stikla bara á stóru í þessu minnisblaði og því sem mér finnst mikilvægast, en ég ætla að forða ykkur frá einhverjum löngum upptalningum þéttleika og þannig hluti. Í umræddu tölvupóstum annars vegar spurt þéttleika byggðar í Blikastaðalandi og vitnað í það sem fram kemur í spurt og svarað á vef Mosfellsbæjar og borið saman við það sem bréfritari kallar hefðbundna aðferð að hans mati við útreikning þéttleika byggðarfleka. Hins vegar spurt, og ég vitni minnisblaðið með leyfi forseta, hvort og með hvaða hætti kjörnir fulltrúar og nefndarmenn hafi verið upplýstir þessar forsendur og velt upp hvort framsetning upplýsinga hafi haft áhrif á málsmeðferð eða rétt íbúa. Í bréfum jafnframt gefið í skyn að upplýsingum hafi verið haldið frá kjörnum fulltrúum og skipulagsnefnd, að ákvarðanir hafi verið teknar án fullnægjandi upplýsinga og að málsmeðferð kunni að hafa farið í bága við lög. Og lýkur hér tilvitnun, forseti. Fyrri hlutinn snýst sem sagt útreikninga á þéttleika, en sá síðari mun alvarlegri og ósvífnari aðdróttanir í garð starfsfólks Mosfellsbæjar, fulltrúa í skipulagsnefnd og í garð kjörinna bæjarfulltrúa. Í minnisblaðinu kemur fram að fjölmörgum tölvupóstum frá bréfritara hafi verið svarað ítarlega í 8 tölvupóstum á bilinu 12. janúar til 24. febrúar. Enda leggur stjórnsýsla Mosfellsbæjar áherslu á að bregðast við fyrirspurnum með skýrum og ábyrgum hætti. Eins og segir í minnisblaðinu sjálfu markmið með minnisblaði þessu að nefndin hafi samræmda og skýra samantekt efni þessara spurninga, hvaða gögn liggja fyrir og hvernig ber að skilja mismunandi þéttleikatölur sem hafa verið nefndar í umræðunni. Minnisblaðið liggur hér frammi og að mínu mati nær það þeim markmiðum sem ég las upp hér áðan og ég hvet bara bæjarbúa til að gefa sér tíma til að lesa þetta minnisblað sem opið á vef Mosfellsbæjar. Ég ætla að nefna nokkur atriði, en eins og ég segi, ég lofa að stikla á stóru. Það kemur fram að útreikningu þéttleika ekki eðlisfræði lögmál. Það má reikna þéttleika með mismunandi hætti og þannig vilji til hræða í umræðunni og búa til upplýsingaóreiðu. Þannig það bara. Það kemur líka fram að við vissar aðstæður vert að nota fleiri en eina aðferð við útreikninga. En bréfritari vissi sinni sök að eina ríkisleið sé að ræða í útreikningi á þéttleika á byggðarflökum. En forsendum
En í forsendu skipulagsvinnu á Blikastöðum hefur alltaf verið skýrt að rammahlutinn taki til stærra svæðis en þess sem tilgreint sem íbúðabyggð í aðalskipulagi. Og það er vegna þess að í þessu vandaða og áhugaverða skipulagi er hugað að samhengi byggðarinnar við aðliggjandi svæði, almenningssvæði, útivistarsvæði, skólalóðir, allskyns svæði og þetta er allt hugsað sem ein heild. Og það kemur mjög skýrt fram í þessu minnisblaði. Einnig hefur legið fyrir að Blikastaðaland hugsað sér nýr bæjarhluti á samgöngu- og þróunarási höfuðborgarsvæðisins með fyrirhugaða borgarlínu í gegnum svæðið, 2 stoppistöðum, blandaðri byggð og þéttleika sem styður við rekstrargrundvöll almenningssamgangna og virka ferðamáta. Verkefni byggir því á allt öðrum forsendum en eldri hverfi í Mosfellsbæ hafa gert í gegnum tíðina hvað varðar samgöngur, innviði, blöndun byggðar og þróun nýs bæjarhluta. Það er bara þannig að gamli Mosfellsbær verður aldrei byggður aftur. Vert er að nefna að þeir fagaðilar sem fjallað hafa skipulag Blikastaða hafa undantekningarlaust af því ég best veit gefið því góða einkunn. Í minnisblaðinu er líka farið yfir þær mismunandi leiðir sem farnar eru í útreikningi þéttleika íbúðabyggðar og mynd á að oft er verið að bera saman tölur sem reiknaðar eru út frá mismunandi grunnstærðum. Það er, nefnarinn í reiknistæminu er ekki svo sami. Það þýðir að útkoman er ekki sambærileg. Það er verið að tala epli og appelsínur. Enn og aftur þá segi ég bara lesiði þetta minnisblað. Það er afar áhugavert að lesa samanburð útreikningu og framsetningu í rammahluta í Helgafelslandi annars vegar og Blikastaðalandi hins vegar, sem styður það að ekki sé nýja eða sérvalda framsetningu að ræða hvað varðar Blikastaði. Síðan er annað mál að í meðförum skipulagsnefnda geta orðið breytingar frá fyrri ákvörðunum. Sumar eflaust til batnaðar og oft til batnaðar, aðrar geta kannski verið umdeildari. Og hér í þessu minnisblaði er tekið sem dæmi þær breytingar sem gerðar hafa verið á svokölluðum 4. áfanga í Helgafellslandi að ósk uppbyggingaraðilans svæðisins. Í rammaskipulaginu var gert ráð fyrir 85 íbúðum í sérbýli. En nú eru að ósk uppbyggingaraðila áformaðar alls 218 íbúðir eða fjölgum 155%, það er 133 íbúðir. Einnig hefur byggðamynstri gjörbreyst frá rammaskipulagi úr eingöngu sérbýli, yfir í 76 einbýli og raðhús og 142 íbúðir í fjölbýli. Þetta þarf alls ekki að vera slæmt. Ég er bara að nefna að svona gerist. Og þetta var áhugaverður samanburður. Mjög vel er farið yfir það í minnisblaðinu hvernig skipulagsnefnd hefur komið að vinnunni varðandi Blikastaðaland og fram kemur að nefndin hefur fjallað efnið, málið á 28 fundum. Ég endurtek 28 fundum nefndarinnar hefur Blikastaðalandið og skipulagið, það er verið til umfjöllunar. Og þá eru ótaldir fjöldafundir varðandi aðalskipulag Mosfellsbæjar þar sem Blikastaðaland hefur líka komið til umræðu. Þannig að það er ekki hægt að segja að það sé kastað til höndunum eða sé einhver hyskni í gangi hjá blessaðri nefndinni. Að mínu áliti hefur vinna skipulagsnefndar og síðan skipulags- og umhverfisnefndar verið gríðarlega góð og vönduð og byggst á vönduðum og greinargóðum upplýsingum. Flestar fagnefndir bæjarins hafa einnig fengið málið inn á sitt borð til umfjöllunar og þá má ég til það að nefna það sem líka kemur fram í minnisblaðinu allt kynningarferli Blikastaðaverkefnisins og hefur margoft komið fram hér í dag að haldnar voru vinnustofur, opnu fundir, kynningarfundir og fleira langt umfram lögboðna skyldu sveitarfélagsins. En þá kem ég kannski að því sem að mér finnst mikilvægast að nefna varðandi þetta minnisblað. Og það kemur fram í niðurlagi minnisblaðsins sem liggur hér fyrir og það sem ég langar að setja orð á eru þær alvarlegu aðdróttanir sem koma fram hjá bréfritara í garð skipulagsfulltrúa, nefndarmanna skipulags- og umhverfisnefndar,
og af sjálfu leiðir í garð kjörinna bæjarfulltrúa. Skipulagsmál eru gríðarlega mikilvæg, vinnulag og vinnubrögð eru fest í lög og reglur og það er ekki ástæðulausu. Skipulagsmál snerta hagsmuni mjög margra, þau snerta hagsmuni íbúa, þau snerta hagsmuni verktaka og við getum talið lengi upp. En ekki síst þá snerta þau hagsmuni framtíðar kynslóða. Sérstaklega þegar við erum að tala um verkefni eins og Blikastaðaverkefnið sem er uppbyggingaverkefni til áratuga. Skipulagsferli er með lýðræðislegustu ferlum í stjórnsýslunni og þeim ferlum er ætlað að gæta jafnræði og jafnstöðu allra sem að málum koma. Þess vegna er það þannig að ímyndaði besti vinur aðal eða jafnvel verktaki eða aðrir sem láta sig málið varða og senda sem láta sig málið varða eiga ekki að fá aðra málsmeðferð en hinir. Svona aðilar mega ekki hafa sér aðgang að eyra skipulagsyfirvalda eða kjörinna fulltrúa. Inn í ferli eru byggðar formlegar leiðir til þess að koma á framfæri athugasemdum ferlið og framlög gögn. Og ég ítreka að þetta er til þess að gæta því að allir sitji við sama borð. Síðan er öllum ábendingum svarað á faglegan hátt og opinberlega. Þess vegna kemur það mér spánskt fyrir sjónir að þær athugasemdir sem koma fram í þeim tölvupóstum sem urðu kveikjan af fyrirliggjandi minnisblaði voru aldrei sendar inn á þann formlega og viðeigandi vettvang fyrir slíkar athugasemdir þar sem athugasemdir og svör eru birt opinberlega. En ég teka fram að þessi tölvupóstar sem liggja undir þessu minnisblaði eru ekki birtir á vef Mosfellsbæjar. En fyrst ég var að segja þetta þá finnst mér nú líklegt að það sé hægt að óska eftir aðgangi að þeim í krafti upplýsingalaga fyrir þá sem áhuga hafa. Að lokum þá vil ég bara segja að Mosfellsbær býr yfir þeirri gæfu að hafa í sinni þjónustu vandað, vandvirkt, faglegt og mjög hæft starfsfólk. Starfsfólk sem vinnur í samræmi við lög og reglur, starfsfólk hverra trúnaður í starfi er við Mosfellsbæ og Mosfellsbæ einan. Þá svo sannarlega við skipulagsfulltrúann Kristinn Pálsson og hans samstarfsfólk. Við vitum að það er erfitt fyrir opinbera starfsmenn að bera hönd fyrir höfuð sér þegar vegið er að faglegri hæfni eða trúmennsku þeirra. Þess vegna fannst mér mikilvægt sem kjörinn fulltrúi að stíga hér fram og hafna þeim ávirðingum og hendur starfsfólki sem að koma fram í þessu minnisblaði og í raun það sem við kalla rakalausum þvættingi skort á heilindum og fagmennsku starfsfólks Mosfellsbæjar. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það eru allir svo spenntir fyrir Blikastaðalandi, þannig við höldum bara áfram. Ég ætla að koma hér undir máli 6.2, götuheiti og staðvísar í Blikastaðalandi. En á síðasta fundi skipulags- og umhverfisnefndar var ákveðið að götuheiti í nýju hverfi Blikastaðalands beri viðskeyti Blik sem síðari hluta á endingu staðvísar. Viðskeyti er talið skýrt, sérkennandi og góðu samræmi við heiti Blikastaða, sögu svæðisins og þá heildstæðu nafnastefnu sem lögðu til grundvallar. Einnig var samþykkt að lækjafarvegur og útivistarsvæði sem hingað til hefur borið heiti Skálatúnalækur fá heiti Hólmalækur. Í fyrsta áfanga Blikastaðalands má skipta upp í 3 hluta og það er gert í þessu, það sem er að ræða þessu götuheiti. Og fyrsti hlutin ber þema dagur og ljós og þar er aðalgatan Höfðablík, en síðan eru Bjarmablik, Geislablik, Ljómablik og Morgunblik og annað álíka.
Annar hluti, í öðrum hlutanum þekkja götuhöldin öll skýra merkingu fjör, sjávarhreyfingu, botn, strönd og lífríki. Þar má sjá brimblik, bárublik, leirublik, hólmablik og hafblik. Þriðja hlutanum þá er þemað hlíð og skógur og í þessum hlutar horft til Hamrahlíðar, Úlfarsfells, landslags, skógræktar og gróður. Hamrablik er þar saltgata en síðan má nefna heiti eins og hlíðarblik, klapparblik, kjarblik, kvistablik, laufblik, lerkiblik og álík. Svona skemmtileg og áhugaverð ending held ég á umræðu okkar Blikastaðalandi í dag. Takk hérlega. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskar til að taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti en þegar hefur verið rætt. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 17. fundar skipulags- og umhverfisnefndar sem að rétta fund. Einhver á móti? Sá ég rétt að reyn hjáseta? Já. Það er þá samþykkt með 10 atkvæðum bæjarfulltrúi Vinamósbæjar situr hjá. Það var ekki óskað eftir neitt til sératkvæðagreiðslu þannig að þetta er öll fundargerðin, já. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra mála sem þess krefjast hér í dag og komið að fundargerðin til kynningar og þá ber næst að nefna 7. dagskrármál sem er fundargerð 40. og 3. fundar öldungaráðs Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 17. mars og þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla kannski ekki að lengja þetta eitthvað brjálað. Mér langaði bara að segja þess því ég var á þessum fundi og undir málinu Örvar, geturðu hjálpað mér með Brúaland og Elva kom og kynnti félagsstarfið. 74. Þá langaði mér bara svona til gamans að við vorum upplýst um það að þau telja alltaf heimsóknirnar og fyrir ári síðan, það var mikið heimsótt fyrir ári síðan í febrúar 2025, þá voru 640 heimsóknir í Brúaland. Ári síðar, 2026 í febrúar, eru það orðnar 820. Það er 28% aukning. Það er mikið af heimsóknum en það er enn að aukast. Þannig að bara þvílík snilld sem Brúaland er fyrir eldra fólk í Mosfellsbæ og ég ætla bara að segja ykkur, það er ekkert bara eldra fólk þarna. Það er fólk á yngri kantinu farið að banka upp á því það er svo gaman þarna og svo spennandi að vera þarna. Og svo fannst mér líka mjög áhugavert að heyra það að það eru 27 virkir hópar. Þannig að við getum bara að fara að hlakka til að geta að fara að nýta okkur þessa aðstöðu en ég mig langar líka að minna á það að auðvitað í öllu svona starfi skiptir líka máli hverjir að stjórna. Og þarna í félagsstarfinu í Brúalandi er hún Elva Björg með yfir umsjón af þessu ásamt öðrum stúlkum sem eru með henni og Guðbjörgu og Guðrúnu og þær eru alltaf til í að pröfa allt og eru tilbúnar að pröfa þá segja þær bara, heyrðu, við bara breytum aftur. Þannig að það skiptir máli að hafa svona starfsfólk sem er til í þegar eldra fólki kemur hugmyndir að pröfa það og sjá hvort það gangi. Þannig ég segi bara stórt hrós til ykkar, Guðbjörg, Elva Björg og Guðrún. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér
hljóðs þessa fundargerð og fundargerðin lögð fram. 8. mál á dagskrá fundargerð 525. fundar stjórnar Sorpu BS. Sá fundur fór fram 11. febrúar og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 9. mál á dagskrá fundargerð 278. fundar stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 20. febrúar síðastliðinn og þar voru 7 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 10. dagskrármál fundargerð 994. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fundurinn fór fram 3. mars síðastliðinn og þar voru svo mikið sem 24 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 11. mál á dagskrá fundargerð 995. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fundurinn fór fram 10. mars. Þar voru 6 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 12. mál á dagskrá fundargerð 625. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Fundurinn fór fram 16. mars síðastliðinn. Þar voru 14 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Og 13. mál á dagskrá fundargerð 435. fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Það náttúrulega. Sá fundur fór fram 13. mars. Nei, nú ég ekki alveg viss. 18. Hvaða skjali fundargerðin sjálf? Þetta 4 mál á dagskrá. Já, 4 mál á dagskrá, 18. mars og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar kemur upp undir máli samstarfsnefndarinnar aðeins að upplýsa ykkur stöðu mála. Við talaðum stundum að góður hlutur gerast hægt og þá kannski við í þessu tilviki. Við erum náttúrulega búin að bíða eftir að sjá einhvern framgang í þessum málum hvað var uppbyggingu Skálafells og það er að svona vísir að því að við séum að sjá einhverja breytingar í þessum málum þar sem að hefur verið náttúrulega bara í frosti síðustu, hvað var að segja, 2-3 árin eða svo. En það sem fyrir maður aðeins yfir þetta stuttlega þá var samþykkt núna í fjárhagsáætlunum fyrir þetta ár, hvort það hefði ekki verið 260 milljónir fyrir til að ráðstafa í áframhaldandi uppbyggingu svona koma verkefnin af stað í Skálafelli. Og þá erum við að tala endurbætur á snjóstandagirðingum, lýsingu og svo veituverkefni og svo hefja þessa vinnu sem að þarf að fara í til þess að geta farið að stað í með fullum þunga að framkvæma. En það sem að horft til með þessu að hægt sé að nýta, en það allavega partur af þessum fjármunum munum fara í að fá sérfræðinga frá þessum framleiðendum
af lyftum til þess að kanna ástand búnaðarins eins og hann í dag og taka hann út og meta þá hvaða möguleikar í stöðinni. En það sem kannski helst verður að horfa til akkurat núna sem bara fyrsta skref, sjálfsögðu verður þetta á endanum bara fullbúið skíðasvæði eins og við höfum séð fyrir okkur eins og Samið en þetta verði þá í fyrsta skrefinu á meðan framkvæmdir eru í gangi, svona fjölskyldu barnvænt svæði. Þannig að það sé hægt að nýta það sem slíkt og sé hægt að nýta það yfir höfuð sem náttúrulega hefur ekki verið hægt af neinum öðrum en kannski fjallaskíðafólki eða þess háttar. Þannig að þetta svona fyrir okkur Mosfellinga svona, það von þarna og svona sýnir að þessi þrýstingur frá öllum hér og fleirum hefur skilað sér og við þurfum bara að vera áfram svolítið hörð á því að við viljum sjá uppbyggingu í Skálafelli og ég hef enga trú öðru heldur en svo verði og vonandi bara frekar fyrr heldur en síðar. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo ekki en fundargerðina sem hann bæjarfulltrúi Sævar reifaði hér að öðru leyti. Svo ekki og fundargerðin lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar sem jafnframt síðasti reglubundni fundur bæjarstjórnar fyrir páska. Áður en forseti slítur fundi vill forseti vekja athygli viðstaddra og mögulegra tilheyrenda á að fylgjast vel með veðurspá og veðurviðvörunum. Almannavarnir hafa hvatt foreldra sem möguleika hafa á að halda börnum heima á morgun og að því sögðu þá óskar forseti bæjarfulltrúum, starfsfólki Mosfellsbæjar og Mosfellingum öllum gleðilegra páska. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Ég þakka fyrir fundinn og segi fundi slítið klukkan 19:54.